Já, ég Palli. Það bara Árið komið fyrir. Já, byggja sig aðeins frá hérna. Bólurinn að steppa að gera sig. Já, hann hann. Snúnin sem á fyrir. Já, reyndar ekki alveg nú gott sko. Hanna. Það verður með okkur inn í anda. Já. Hérna, þú er búin að vera rúflingjandi, segirðu? Já, fuck maður, þetta er búið að vera vesen. Ég er alveg Sko, að strákandi smita okkur smituðu mig í síðasta podcasti. Sko, alla sem ég tala við hafa annarkvort hafa verið veikir eða eru veikir og þeir sem eru ekki búin að vera veikir þeir verða sennilega veikir. Já, örgulega. Þetta er bara ekki búið að vera Það þægilegt. er allir búin að vera í þessum pakka. Já, það verður en COVID sko. COVID var bara scam. Kannski var þetta bara COVID, það tók bara engin test núna. Ég fekk COVID einu sinni á sín tíma og ég var ekkert veikur, ég satt bara heima, gerði neitt. Bara því að ég fekk eitthvað niðurstöðu að ég væri með það. Já, það var einhvern veginn, sko náttúrulega COVID var bara fyrir suma, það var bara svona free pass að mæti ekki vinnuna. Þú tókst test, Já. og bara, ég er heima í dag. Já, Mjög næs. ég meina, ég tók testið, það var ekkert að mér. Félagi minn. Ég var sendur í test þegar ég var að vinna á verkstæði og þeir strákarnir sögðu eitthvað, ég var eitthvað einhver kunni sem var með test eitthvað eða var síðan eitthvað positív. Þannig týndist þetta og ég gerði við þann bíl og þá bara, já, hérna, það farið bara í test, það var safe. Þá var ég með það. Ég bara, já, ok. Gæði sem ég þekki, hann screenshotaði bara Snapchat frá félaga sínum og sendi það á yfirmannin. Bara er ég með COVID maður. Nei. Hann var ekkert með COVID, sko. Það kænir kannski einum of. Það Einum of. er að redda sér fríi, sko. Það er kannski einum of. En hérna, árið er að vera búið. Já. Þetta er bara, það er 2009. 2025. dag. Það er 2009. dag, þannig að við erum eiginlega, við getum ekki, það er ekki tekið upp á mánuð fyrir áramót, Nei, þetta er bara árið er að vera búið. Þetta er bara að vera búið núna. Og Það er fullt búið að gerast en einhvern veginn ógeðslega hratt. Það er bara, mér finnst þess að þetta ár sé bara nýbyrjað, sko. þetta er búið, mér finnst bara öll ár líða bara hraðar og hraðar og hraðar. Ég held að það sé bara því maður eldast. Það getur verið, sko. Og ég held að frá fórlega mínum, já, veist, þú eldist, þá líður tíminn hraðar. Ég bara, hvað meinar? Það kannski var eitthvað í því, sem þú voru. Það var eitthvað í þessu sem maður er meira busy bara eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég vil meina það að við séum búin að svona hraða aðeins á tímanum bara. Þetta var svo ógeðslega lengi að líða þegar maður var yngri, sko. Palli með svona conspiracy. Já, við erum svona að hraða eitthvað á því, sko. Það gerðist eitthvað. Það gerðist eitthvað. Það er eitthvað. Það er eitthvað í loftinu, ekki í vatninu. En, nei. Nei. Þetta er bara fáralegt hvað þetta er fljótt að líða, sko. Mér finnst einhvern veginn bara eins og sumarið, sko. Maður er einhvern veginn svona, já, ok, tek hérna viku í sumarfrí og maður er svona, bara mættur í vinnunum daginn eftir einhvern veginn. Já, Þessi vika bara hverfur. Mér leiði bara eins og sumarið áður, svona kannski 3 árum. Og svona byrjaði sumar og það var sumar, skilur, í svona þokkalega tíma. Þó maður var að vinna eða eitthvað, skilur, á svona sumar. Núna bara var sumar í svona 2 vikur. En mann leiði þannig, sko. Svo bara, búið. Þess vegna held ég að maður verði að gera, þú veist, maður verði að lengja sumari. Ég lengdi svolítið sumari núna með því að, þú veist, með að vera að fara út af því að það er svolítið stutt sumari hérna heima, sko. Kemur bara heitt í svona viku, max. Já. Kannski 1 dag í kringum páskana eða eitthvað. Svo kemur snjór. En þú veist, þannig maður svona einhvern veginn. En það er reyndar ekki snjór búin að vera núna. Nei, það er reyndar ekki. Ekki mikið. En þú veist, já, ég mitt með að reyna að fara svona út í september. Þú veist, taka að því ég er með theory og ég er búin að vera með theory lengi að því þú sagðir ég væri með conspiracy theories að við höfum fokkað eitthvað upp þessu hlaupáru kjaftaði og við erum svona mánuð eftir á að þú veist, það var alltaf þannig í minningunni var það bara júni, júli voru bestu mánuðanir nú er það einhvern veginn svona ágúst, september sem eru bestu mánuðinir og það fer ekkert að snjóa fyrir í janúar, febrúar. Þannig að þú veist, það sé bara viðurfarið að breytast. Nei, við erum bara mánuð eftir á. Ef þú pælir í það, ef við myndum bakku mánuð, þá er þetta júli, ágúst bestu mánuðirnir og þá myndi snjóa í desember í staðan fyrir að myndi snjóa í janúar. Ég legg til bara núna eftir viðvikudaginn og byrja bara að telja dagana. Það var að vissum að það sé ekki verið að ljúga okkur. Ok, fylgjast bara með því núna, hvenær byrjar að snjóa. Það verður svona, ég skal segja í kringu afmæli mitt, 22. janúar, að þá verði farið að koma snjór. Ég er eitthvað sko það spána, það var snjó bara á haustdaginn, sko. Já, þú veist, ekkert almennilegt.
Nei, Sjáum til já. Hversu bara snjóri greitt? Það Hversu getur fáum- alveg verið, sko Það bara getur verið. Global warming eins og allir voru alltaf að væla yfir sem er ógeðslega kósí hlutur fyrir suma. Ég meina það var hvað? 12 hvað var ekki? 10 eða 12 gráður í Keflavík á aðfangadag eða eitthvað. Að hita. Já, eða hvað það var daginn fyrir ég man ekki, þannig að þegar heit dagurinn var, það var mjög heitt núna mjólur, En svo í það nóvember var eitthvað 18 gráður á, hvað var það, fyrir austan einhvers staðar? En í nóvember var Mínus- bara -12 líka, skilur. Já, já, já. Það er skrítið, sko. Já, þetta er bara rúglega. En, hérna, þetta er sáttu með ár? Já, ég held að. Ég hefði alveg verið til í að driftbílinn hjá mér hefði verið svona haga sér aðeins betur. En það er En bara, þá varstu svona að læra kannski hvað veikuleikir eru. já, bara ónýtt. Nei. Já, Svo náttúrulega ertu að bjóma. Þannig að við vitum allir að ef þú lagar allt, þá kemur bara eitthvað nýtt. Akkurat, þannig að kannski á næsta ári þá veit ég svona hvar hann verður að hrekkja en við reynum náttúrulega eins að fiffa það til hvað var að í sumar og Já. reynum að hafa hann betri fyrir næsta ár. Já, ég held að verður bara alltaf bílað. Já. Þetta er eins og þetta, hvað heitir hann? Sheepman, Shefchin. Þannig að margir þekki hann kannski á YouTube. Hann springdi mótorinn í Íbúin eða eitthvað nýlega. Þá var einhver sem skrifaði komment bara djöfull leiðilegt eitthvað að springa mótorinn. Hann skrifaði í kommentum part of the game. Já, Þetta er bara part of the game, sko. það er það, Því miður. það er það sko. En annars er ég bara helviti ánægð með þetta ár sko. Það var, þú veist, ég hafði bara gaman að því, það er svona það sem maður metur eiginlega mest, þú veist. Það var ekkit eitthvað major vesen og kom ekkit upp á eitthvað ógeðslega leiðindi. Nei, ok. En eins og fyrir utan keppnistímabilið, kannski bara svona, hvernig sumarið var hjá, kannski okkur í Lóðis og þú náttúrulega fórst á gatibílu það ekki? Jú, ég Það var gaman. fór náttúrulega, já, ég fór gatibíl og driftkeppnina hann í Poznan og Riga. Þannig að þú veist, ég tók aðna nokkrar svona keppnir og svo náttúrulega bara sumarið, bíladagar. Já. Bíladagar voru þetta driftkeppnir heldur góðir hér. ár, sko. Já, mér fannst þið fínir sko. Mér finnst þið fín það, mér fannst, ég ætla að hrósa. Mm. Við erum alltaf að drulliði fólk. Ég verð að Og hrósa. yfirleitt þegar við tölum um bíladagar ert þú að drulla, þannig Já. að nú er gaman að Nú verð ég gera að hrósa. Mér fannst vera mjög lítið vesen á bíladagar í ár. Mér fannst ekki vera það mikið af hauslausum úlingum þannig að huga drukknir upp á svæði. Nei, Að sjá svo eitthvað. ekki bitið eira af einhverjum hana. Nei, það var enginn með exi. Það var enginn, ekki sem ég veit af. Ég sá og heyrði aldrei á sérsveitin hann upp yfir. Nei, Eins og fyrir 2-3 árum síðan. Það var potið eitthvað. Það er eitthvað, skilur. Það hefur alltaf verið eitthvað. Já, ekki það mikið. En ekkert eitthvað, enginn er gæðið með exi á burnáti, skilur. Eins og fyrir 2 árum síðan. Það er bara, og bara mér fannst bara vera líka góð stemning. Bíladagar komist í fréttina fyrir bílahlutina. Bílahlutina. Þú veist, það kom just í fréttunum hérna þegar Kili var að spóla og burnátið og eitthvað. Já, Það var ekki í bara- sjónvarpsfréttunum. Já. Já. Það var ekki bara hérna að vera verið að berja einhvern og Já. grafa hann lifandi eða eitthvað sko. Já, ekki bara, samt voru þeir, ég sá hérna, hvað var það, út af MBL eða eitthvað, séðu hérna fyrst bara hérna, að byrja hérna í bílda, bara það var hérna líkamsárás á sjálfanum, Já, clickbait. skilur bara fyrst af, bara, okay. Þeir get ekki verið bara ánæðir með þetta sko. Nei, eins og við. Nei. Nei, Þeir eru alltaf að tala um. í ár, mér fannst þeir geggjaðir. Þeir grípa samt, ég held að þeir hugsi það sko, ég held að þeir grípi svona við grípum meira fólkið með að tala um meðan að einhver hafi verið laminn og svo förum við yfir í góðu hliðina einhvern veginn svona. Það er eiginlega svona betra að segja svona eitthvað, já, það voru hugst. En þá ætti að gera 2 fréttir. Já, true. Þá ætti að gera 2 fréttir. Eina frétt, sko eins og þarna, þá er engin líkamsárás, til dæmis, ég held að ég man ekki nákvæmlega, tökum út dæmi, skilur. Þá var ekki líkamsárás á bílóta. Það var bara líkamsárás niður í bæ á Akureyri. Já. Á meðan að bílótaðar eru í gangi, skilur. Það er tvennt ólíkt. Akkurat. Þú veist, fattar við. Já, ég fatti hvað minnar. Það var eins og það var í bæjarháttið í Hafnarfirði og einhver verið lamin inn í Grafarvogi, skilur. Þú veist, þetta er ekki að langt á milli frá upp á svæði þar sem brautin er og niður í bæ, sko. Þessi gæjar sem gerðu það voru kannski ekkert þarna fyrir bílóta, maður veit það ekkert. Nei, kannski á staðanum bara til að djama. Já.
En þú veist, Þetta meikir samt alveg sens af því að þú veist, þú geti komið með líkamsárás á akstursíþróttasvæði BA skiluru já, þú veist, á bíladaga á bíladags viðburði. Þú veist, senast sem ég vissi, ég hef aldrei mætt á viðburð á bíladaga niður á sjálfum, sko. Nei. Allavega ekki bílaviðburð. Nei. En sko, já. En ég var sáttur með bíladaga, sko. Góð stemning fannst mér. Svona rétt stemning. Veðri var allt í lagi bara. Það var alltaf lagi fyrir utan á driftinu. Það var skýta kulda á driftinu. Ég veit. Það var skýtkalt. Við vorum sem betur fyrir með rúti með okkur í pittinum. Ég hikk bara þar inni að geta vöflur, heitar vöflur. Það var mjög gaman. Við vorum að drekka semi-kalt Powerade. Já. Og eitthvað, bara úti í úlpuna bara sýtandi. Ég hefði ekki einu sinni hort á sjálfa mig verið að spóla þarna ef ég hef verið tekið þátt. Herðu, Það var svo kalt, sko. við stóðum vaktina Já. Nei, fólk horfði á þetta. En jú, það var miklu minna fólki í brekkuna að horfa á driftið heldur en á spyrnuna, sko. Og þú keftir henni. Já, ég aðra bróta veðri, sko, að það var fleiri áhörvendur held ég. Það Mm. var geggja viður á spyrnuna, sko. Já. Kannski viðurguðurinn að gefa okkur svona message. Að spyrnan sé betri viðburður, ertu að segja það? Bara því þú fegst medalíu. Mér hefur alltaf fundist spyrnan skemmtilegri. Það var hreinskilin, sko. Það er miklu minna að gera á henni. Þú stendur bara og horfir á okkur bíl, þennja sig og svo bara er hann farin. Driftinu og það er stór reik og þú veist að horfa á okkur, hann getur ykkur nelt út af og getur ykkur bömpa okkur annan. Já. Reyndar í spyrnunni, já líka, ef þú missir traction, getur ykkur bomba á gæmi. Það voru tveir sem tóku full on wheelie maður. Jú. Það var svakalegt. Já. Já, svo hefur flugvélir brotlunum og það er alls konar. Það hefur reyndar flugvélir Drast hefur gert brotlunum, það er fucking crazy. Það hefur alls konar drast gert Það er crazy, maður reyndar ekki, maður á ekki að hlæja því, það náttúrulega var bara tragic. Nei. En það hefur margt gert þarna. En En það var á gömlubrautinni samt eða ekki? Jú. Það er sem bara bílastæði í dag. bara það sem driftið er. Já, þannig að það er driftbrautin, kallum minn. Já. Þannig að þeir eru bara að drifta einhverju bílplani. Við erum að drifta það sem að flugvélum. Nei, hún reyndar lendilega bara í endan. Og lendi í brekkunni, í brekkunni, sko. Það er heldur En þarna var mjög gott að það var bíldar. Og það voru bílar tilbúinir á ráslínu. Já. Þetta skeiði. Þannig að þeir voru bara strax mættir. Já, með Eða það væri kannski engin viðburður. Það er engin anna upp á fjall, bara að vera velnum degi, skilur. Þetta er ekki miklu lengi tíma að græja allt, skilur. Já, en ég veit ekki alveg hver munurinn hefði verið samt, sko. Nei, kannski. Það lifið enginn af. Nei, ok. Ég vissi það reyndar ekki. En, já, ok. En já, allavega, mér veist bara mikið af fólki að keppa, mikið af bílum sem kepptu á spyrnuna og líka á, bara ekki margir í driftinu. Jú, það var alveg helling, sko. Ég man ekki alveg hvað voru margir í, mér minnir að það hafi verið, sko, 9 í minigötubíla, 9 í opna og þá voru, þú veist, ég man ekki hvað það var 20 bílar eða eitthvað sem voru í götubílaflöknum, sko. Það var alveg eitthvað slatti, sko. Já, ok. Já, svo náttúrulega hýtingurinn var stór, mikið fólki. Já. Og spólusvæðið var vel pakkað, oft, öll kvöld. Og ekkert eitthvað, ekkert vesinn. Margir duglegir að spóla og Við Norvel fórum flott þar og röltum og spilluðum við fullt að liði. Já. Ég var reynda það líka, en bara ekki mynd. Ekki mynd, nei. Birkir var aðalega mynd. Birkir var líka, Birkir allstaðar. Hann er bíladagar. Já. Hann er bara missur bíladagar. Það er alveg svakalegt. Ég held að allir sem hafa farið inn á svæði senustu 5 ár að spóla á bíladaga, vita hver hann er. Það hafa lent í honum. Örgulega. Þú verður náttúrulega að tala við hann. Kemst ekki inn nema hann er svona eins og gæinn hann í myndin hann að Thor. Gæinn sem passar brúna. Já. Gatekeeper. Birkir verður að koma fram í honum, víst. Hann stendur sér fáralega vel í þessu samt. Ég gæti ekki verið þessi típa, sko, að því að, þú veist, hann er að segja einhverju liði hvernig þú átt að haga þér. Bara, þú veist. Hann gerir þetta skemmtilega. Já. Típa og, þú veist, þið langar að hlýða að hann er svo næs. Fattur þau? En sjáðu þetta Birkir, hann er núna að standa á vaktina held ég á börnarsittinni í Mosfellsbæ. Ég sá það á story á hann. Já. Hann er að selja flugveldakallir. Hann var plataður í Björgunarsveitina, að mér skilst. Hann ætlaði ekki að fara í þetta, svo bara var hann plataður í Björgunarsveitina og núna er hann bara fullu fyrir það. Já, hann er bara að mæta á skeið og bara ská sig og núna er hann að selja flugvelda og eina vitið. Scam.
Bara skeða með kallinn. Eina vitið. Nei, bara flott. Bara, Þetta er samt svo mikill Birkir að vera einhvern veginn í þessu dæmi, sko. ég meina, ef margir jeppakallar eru held í börnum síðan. Sko, ef ég myndi festa mig upp á fjall einhvers staðar og þú veist og ég myndi hringi Björgunarsveitina og Birkir kæmi, ég væri bara svona, já, ok, Birkir er að fara að redda þessu. Skilur, hann er bara þannig típa. Já. Þú horfir á hann og þú ert bara eitthvað, ok, það er búið að bjarga mér. Skilur, það ert ekki eins og að fara að pæla í hvernig hann ætlar að græja. Þú bara sérð hann koma og þú ert bara eitthvað, ok, þetta verður allt í góð. Hann er bara svo jákvæður og ég hef aldrei séð hann ekki brosandi. Bara magnað. Nei, hann hefur meiri sér bara verið brosandi alltaf þegar löggan hefur stoppað hann og allt, sko. Það er bara svolítið þannig, sko. Það er akkur ekki. En sumar hjá þér, bíladagar allavega. Bíladagar voru góðir. Kefti seinna skiptið mitt. Ég hef keft áður á spyrnuna. Ég gerði það endur í slísni, sko. Ég skáði mig deginum fyrir keppni. Ég ætla ekki að gera það, sko. Svo ég skáði mig bara daginn áður en ég keyrði norður. En hvort það hefur verið með eins og samdægjus. Eða svona, bara sama kvöld og ég keyrði ákvað. Já. Ég held að konan hefði verið í vinnunni og ég var að bíða til hún til klára að vinna. Þess að þú getum lagt að stað. Norður. Þá kom svona smá fiðringur í minn mann. Já, þá fór ég eitthvað svona, ég var bara, fuck það. Að spyrna á morgun. Það er bíladagar. Já, ég var búin að ákvæða, ég ætla ekki að keppa. Og ég var líka búin að ákvæða, ég ætla ekki að fara með bílinn á sýninguna. Ég ætla bara að hafa rólegt í ár. Bara vera svona árvandi, svona túristast. Gerðu bæði. Já. Já. Það er einmitt málið, sko. Ég ætlaði að gera korugt. Endaði á að frændi minn, hann Stebbi, hann náði að tala minni í að fara á sýninguna. Ef ég færi á sýninguna þá myndi hann massa kóta bílinn fyrir mig, að með mér. Hjálpa mér að gera það. Ég bara, já, ok. Svo ég er að fara á sýninguna. Fuck it, maður. Sjáum okkur bara í keppnina líka. Já. Þá ég skáði mig í keppni, það var búið að loka fyrir skánugjaldi. Eða hvort ég var rétt tæpur, ég manna ekki. Og svo röðum við norður kvöldið. Ég mættur á Dalvík hjá félagi mínu þar sem ég var að gista. Svona, hvað var það? 1 eða 2 nóttina. Miðnætti eða eitthvað svoleiðis. Og ég, náttúrulega, allir átna og fleiri fólk sem var búin að mæta sem ætla að vera með okkur og þá náttúrulega fyrir maður að geta sofa strax. Það var bara hættist bjór í mann strax og já, ok. Svo, ég ætla að fara að sofa maður, ég var að keppa. Svo fyrir ég að sofa klukkan 3-4, eitthvað svoleiðis nóttina, sko. Bíllinn skítur, aldrei til flugum og ég er nýbúin að keyra hann að sunnan, sko. Og ég vaknaði undan alla aðra, allir enda sofandi. Fyrir að náttúrulega bara ætla að hitta mig på braut eftir á. Ég ætla að mæta, hvað var það? Snemma á morgunin. 8 eða eitthvað, 9, hálf 9, hálf 8. Og ég er náttúrulega á Dalvík, ég ætla að keyra til Akureyrar. Og ég bara vakna og keyra þangað maður og hitti félagi minn sem var á Akureyri sem ég platnaði þess að köpa fyrir mig Octane-búster hjá mótorbúðina áður. Því ég myndi ekki tíma hann á það. Og hann hitti maður bensinstöðina maður og ég sett Octane-búster, sett 98 á bílinn, bensín. Röður upp á braut, bara ekki búin að sofa, bílinn aðrútt í flugum, allir hann búin að bóna tækinn, skilur, gera þér flott. Ég mæti bara með fjöldamorð á framrúðinni og núnplötunni og allt. Þannig að ég var sáttur með það. Já. Mér er bara mjög sáttur með það. Bara að keyra norður á bílnum, svo bara setja bensín á hann og keppa. Þannig er þessi bíl líka, þetta er bara það er það sem ég fíla. Deil í spyrnubíl, einhvern veginn. Ekki spyrnubíl. Það er hægt að spyrna á hann, hann er fljótur. Getur gert það. En þetta er skemmtilegu bíl, svona sportbíl, en þú getur, ég nota hann bara í vinnunni við sumrin og í allt. Ég flutt einu sinni sjónvarp í hann, ég flutti þvottavél í hann, ég flutt eldursýningu í hann. Bíddu, er þetta svona mikið pláss í þessum bíl eða? Já, flutti sætið niður. Þetta er bara fókus, þetta er bara eins og golf. Já. Þetta er bara venjulega bíl. Þetta er bara fólksbíl með miklu meira afl og stífari og meira háaði og annars er þetta bara fólksbíl. Þetta er skemmtilegt, sko. Já. Þetta er þægilegt. Þetta er náttúrulega engin Mustang eða neitt, svona coupé eða sportbíl eða svona. Nei. Það getur allt sem þessi hinni bíla geta og með 5 sæti og skott og allt rallið. Þú hefur bara getað tekið alla farþegana eða alla félagina bara með í bílinn og upp á braut, hoppið því út, ég ætla að taka ferðina. Já.
Ég bara slögt á að ég var með að séð í gangi með það var svo heitt. Svo slögt ég bara á það þegar maður komar á hlýnni. Tekur hest upp sko. Já. Svo bara slögt útvarpið og eina sem ég gerði fyrir keppni var að ég tók aðeins þrýsting úr samtækjurum Já. og ég mældi á honum oljuna. Bætti aðeins á hann. That's it. Þetta Og þreif framlúðuna svo ég sá eitthvað út af flugunum. Svona tæki samt næs að vera með, skilur þú veist, þarf ekki að vera eitthvað, þarf ekki að vera með heilt krú bara til að tjekka öllu, bara, þú veist, geti tekið hérna eina ferð. Já, veist, þetta er náttúrulega ekki spillubíl, sko. Nei. Þetta er bara fólksbíl. Þannig að það er svona að fíla þetta. Mér langar alltaf í svona tæki eða eitthvað, fara í svona eitthvað serious dæmi. En svo er þetta bara svona næs. Hvað færir þá í? Sko, það er eitt motorsport sem ég myndi vilja taka þátt í. Ok. En það er mjög dýrt og ég held bara, ég veit sko, ég hef alltaf langað að fara í rally. Bara eitthvað við rally sem bara síðan krakki. Það er alltaf verið bara, ok, rally. Það er, ef ég ætla að keyra í eitthvað, það er rally. En þetta er bara svo dýrt, maður. Þetta er bara svo dýrt. Ég þekki einn sem hefur verið í þetta og bara kostnaðurinn á baku þetta er bara fáránlegur. En að byrja bara í rallycross? Ég veit ekki, það heillar bara mig ekki eins mikið. Þannig að byrjar náttúrulega í rallycross svo rally. Já. Já, en þú veist. Ef að gera fyrir næsta sumar, bara finna 1000 kubika Yaris druslu. Sko, þegar ég átti uppinn núna í haust, áður en seldan, sem ég ætla að nota í þessum vindurbítar, hann er alltaf 1000 cc. Ég var mjög temptið, kostaði mig 400 skall eða eitthvað. Ég var mjög temptið að fara og láta búra hann, sko. Ég er næst til því að gera það. Já. En alltaf svo vantaði bara peningur í eitthvað annað heima og þetta er bara þannig, sko. Norvegilega það er Lewis rallycross bíl fyrir næsta sumar. Milan ökumæður. Why not? Ég hef prófað það. Nei, ég veit það ekki. Svo skoða það bara. Hvað þurfum að fá mörg frændi á filipísku? Kúja? Já. Bara eins mörg og geta grætt eitthvað pening. Þetta er rándýrt. Nei, veist, ég veit ekki. Það heldur alltaf að maður sé geggjaður bílstjóri. Svo er maður örugglega bara heiðagur. Eða kannski ekki, ég veit ekki. Ég er náttúrulega, þegar ég var á bensunum hana, sem mannstættir, sem var kert á, áður en TM keypt hann. Fór ég að spóla á honum hellingarna 2 kvöld þegar það var mikið snjór. Þetta er ekkert málmaður. Já, þetta var svo spóla á strætisvagni, þetta var svo langt, sko. Sko, þetta er ef einhver að spáði vindurbíti til að spóla í, E-Class Benz, á 211 búti, að segja hverju. Hann er basically með beigjukitt orginal. Já. Því Benz, þeir sem hafa átt Benz eða E-Benz, þeir vita, sérstaklega ekki A-Class, bara ekta Benz. Þú veist, gamlan C-Class, E-Class, S-Class, eitthvað lóðis. Beigjuradíusin að þeim er svakalur. Að einhver ástæð, ég veit það ekki. Þeir beigja bara svona eins og vörubíl. Og það er bara geggjað. Þú veist, hún er svo miklu anguli og samt að stýra á móti að því að hann beigir svo mikið. Svo náttúrulega, já, hann er óslega langur og óslega þungur og hann er óslega lengi að, þú veist, þú hefur svo mikið tíma að bregðast við. Þú veist, það er ekkert mál að sveifla honum frá, þú veist, frá einlið til einlið. Þetta er ekki eitthvað sem þú veist að fara að drifta hratt á, sko. Ég tók nokkra beigjar 50-60, sko. Það er ekki hratt. Fyrir snjó og þungan bíl og einhver sem hefur aldrei driftað að viti. Það er alltaf lægi. Það er meira en 20 hrindur, ekki? Jú, þetta er alltaf lægi. Fyrir eitthvað sem hefur ekkert gert það, sko. Pælur náttúrulega professional race car driver. Það er bara ekkert spes með þér. Nei, ég fílaði hann, sko. En svo að kert hann, helviti. Já. Það var góða bit, sko. En þú keftir ekki bara hérna heima. Þú keftir ekkit úti. Nei, við keftir bara. Heyrðir aðeins úti. Tourist drive. Touristinn fartin. Já, Nürburgring. Þú keyrðir á Nürburgring, hann keyrði á Dádýr. Já, hann keyrði líka á Nürburgring líka, sko. 2 fyrir 1. 2 fyrir 1. Já, nú vel, hann keyrði á Dádýr og Nürburgring. Dádýr, maður. Nei, þegiðu, tryggingina borguðu þeirra. Þetta var ekki neitt, sko. Þetta var samt... Þú slast heldur vel. Ég var samt fokkin hrættur, sko. Það er svona, eins og segði því, bókaðu á vísakortið þitt, þú með tryggingar.
Munaði, gott að hlusta, já. ef einhver að hlusta. Já, ef þið getið redda einhver platinum eða premium vísukort, alltaf vera með nóga miklu heimild til þess, þá innifallið í það er bíllegu tryggingar. Þá er sjálfsábyrðin 25.000 eða eitthvað Já. og þeir borga upp í $50,000 tjón, Mhm. sem er hellingur sko, þú getur basically afskrifað golf eða eitthvað, Já, já. eða bara einhvern svona BMF þrist eða eitthvað, þú myndir setja henni í köku bara basically Já. og tryggingafélagið vil rukka €40,000 eða $40,000 fyrir nýja bíl, þá á tryggingafélagið að taka það eins og á Landsbankan held ég, sem ég er hjá, eða við erum hjá, þá er það vörður sem sér þetta. Mhm. Ég á einn vinnu, einn yfirmaður hjá mér fyrir svolítið síðan sem fór alltaf til Flórida, oft í golf, Mhm. hann sagði mér frá þessu, hann sagði bara, ef þú ert að fara til Ameríku eða eitthvað, eða einhvers þar, bara mjög gott að vera með svona kort, ef þú getur það sko, platinum eða premium vísukort, Já, já. þá tekur aldrei tryggingar með bílinn, tekur bara ódýrasta pakkan, þá var Hefur vísakort. og lætur eins og hann Norrlendi í þessu, Mhm. þá dekkaði bara hann alltaf þurfa að punga út sjálfsábyrðina hjá Sixt, sem var hvað, 2.000 eurur eða 1.800 eurur eða eitthvað, þess að þetta er 250-300 skall, svo bara eftir á það fekk hann endurgreitt restina Já, já, frá þeim. frá vörð eða frá Landsbankan eða hvað sem þetta er, hvernig þess að þetta er bara sem frá Visa skilur, work smart not hard sko, Þetta það er bara svoleiðis. clever. Í staðan fyrir að borga helling í einhverja bílautryggingar lendi í þess að ég var í Flórida, þá tók ég bíl hjá Alamo eða eitthvað fyrir 2 árum síðan, þá þeir eru svolítið klókir í, þeir gerir þetta ekki í Evrópu, svona þeir eini ekki alveg að þynga á þig, en í Ameríku þá eru þeir ekki svoleiðis, þeir eina strax frá þynga á þig heldur ekki að þyngum, en svona þeir eina svolítið að hræða því að taka tryggingar. Þeir gera það mjög mikið á Spáni. Það Spáni? Já, ég hef verið svolítið að taka bíla þar. Ok. Og kaupir, og ert kannski, ef þú ert með booking eða eitthvað svoleiðis, Já. kaupir tryggingu og svo kemur þið til þeirra og þeir bara, herðu, þú keftir ekki tryggingu. Jú, ég kefti henni booking. Já, þú þarft að kaupa tryggingu okkur, ekki þeim. Já, reyna að borga á eitthvað morðféð fyrir Já, og bara, þú er annarkvort verið að kaupa hana hérna á staðnum eða þá að við þurfum að fylla út hérna og taka, þú veist, 3.000 evru deposit að þú sérst ekki tryggður og maður er bara, já. Og það er yfirleitt enda maður á að kaupa aðra tryggingu bara út af því að maður nennir ekki þessu bulli. Já, þarna þegar ég var í Ameríku, í Flórida, hún bauð mér strax tryggingu og sagði að þetta er svona sjálfsábyrðin, ef þú tekur ekki tryggingu og ef þú er dýrt og getur vendið þessu, sagði bara ég sagði, I have credit card insurance, sýttir ég bara kortið, þá sá platinum, og bara ok, hætti að bögga mig. Já, það var enda næs. Því að hún veit að, þeir sem er með svona kort, þeir eru ekki verið að taka neitt, þegar ég er tryggður þar, þannig að hún getur bullað í mig, en það virkaði. En ég er með fráfréttir, allavega fyrir mig, ég ætla að reyna að redda kannski myndavel frá Norvel til að taka með mér, en ég fer aftur út í sumar til Nürburgring meðal annars og aðra staði, þá tek ég ekki bíllegubíl, þá fer ég bara á Fordinum. Já, ég er bara að taka bílinn út og ég er búin að bóka með hana, nice. Þannig ég fer út í allan að júli. Þú getur tekið Osmóin með. Já, og ég ætla að reyna einhverjum á þeim, ég er með 3. Já, þannig planið er allan að kíkja á Nürburgring aftur, því að þegar vorum að senast, ég sagði sjálfum ég verða að koma aftur á mínum eigin bíl, ég verða að pröfa þetta aftur. Ég langar svo mikið að eiga myndin í skúr af bílnum undir skiltið. Þeir sem þekkja, það er rautt neon svona skiltið fyrir ofan bygginguna, Nürburgring, það taka allir myndir undir það. Langar að eiga mynda bílum þar. Já, það er ekki ekki að sjá það. Já. Og það er gaman að sjá svona líka þegar hann er, þegar þú ert að taka hann af veggnum, þegar þú er búin að negla utan í vegg hérna. Nei. Það myndir svona fyrir og eftir. Já, fyrir og eftir. Já, þetta verður svona löng ferð sko, en það sem þú kannski mistök að byrja þar, kannski þeir eru betra að enda þar. Nei, það verður alltaf rætt. Hvað ertu meira? Ertu með eitthvað? Við ætlum að fara til Sviss og taka hérna, það eru nokkru vegir hérna í Ölpunum, kannski sumir sem þekkja, sem er kannski að horfa. Þá er þetta í myndina Goldfinger, James Bond myndina, og keyrir hann upp svona fjallveg framjá að svona hótel sem er leist upp á fjall, með svona þrönga beygja sem er hring, Hótel Belvedere eða eitthvað. Það er búið að loka þetta hótel, þetta er bara tómt sko, en þetta er mjög frægur staður. Skrifa bara Google bara Swiss Alps eitthvað roadtrip, þá kemur bara strax mynda þessu eiginlega. Og þetta er mjög frægur staður, þetta er geggjaðir vegir hérna sem eru upp á fjallið, mjög
fara þetta Furka Pass og Sustern Pass og fleiri Grimsel Pass og þetta að gegja, kannski getur hendur mynd einhvers þar Heyrðu, þú ert að taka steppa á þetta? Steppa á þetta og svo kíkjum við í Austurríki líka, það er Grossglockner High Alpine Road heitir þetta er svona vegur sem tollvegur, þá ég horfði á þetta já, einmitt þetta er planið það er oft pakkað þarna af svona flottum bílum og allir hittast þar skilur þetta er náttúrulega mjög vinsælt staður bara. Og svo er eins og þeir sem kannski ef einhver þekkir það sem hlusta á það er eitt youtuber sem ég fylgist mjög mikið með hann heitir Sam, Seen Through Glass á YouTube, hann er mjög mikið svona í flottari bíluna, hann er alltaf í einhverju Ferrari og Porsche en hann er mjög mikið þarna og það er í Austurríki sem ég er að plana að fara á þessum veg, þannig að Grossglockner Strasse eða eitthvað High Alpine Road, þetta er basically 50 km cirka, þetta er 45 km vegur sem fer yfir fjall og það fer ekki neitt basically, það bara, þetta fer bara yfir fjall og það er engin bæir þarna ekki neitt sko og þetta var smíðað þarna eftir sinni heimstyrjöld fyrir sinni heimstyrjöld sem svona vegur bara til að keppa á skilur, til að keyra á svona enjoyment road eða eitthvað skilur, þetta fer ekki neitt, þetta er bara flottu vegur bara með flott útsýni og geggjaða beigur og efst þarna uppi það er kaffhús sem heitir Fat Mankai og Fat, FAT, þetta er lið í Þýskalandi sem hefur verið að keppa með Porsche lengi og Porsche rauninni byggði og reykur þetta kaffhús sem lengst upp á fjall þá getur þú bara stoppað með frá risa bílastæði þá getur þú sest úti og hort á jökulina við liðina og þarftu svo bara að keyra þá tilbaka eða þú getur keyrt út hinum megin sko en þú kaupir dagspassa sem kostar eitthvað 40 €. Þá er best bara að mæta þarna snemma áður en öll trafík því að víst 10-11 þá fyllist þetta af húsbílum og rútum og kæfti best að mæta var það bara 5-6 og þið ætlaði að fara þarna líka já, þetta er svona loop. Hvað ertu að fara að vera lengi? Ég verði mánuð úti 3 vikur það er 3 vikur í Evrópu alltaf tapar 2-3 daga aftur í bátinn leiðin út og leiðin tilbaka svo kíkjum við til Monaco og eitthvað það verður gaman svaka ferð veistla, þetta er allavega verður eitthvað vídeo svo kannski fæ ég að ræna Lóis snappið eða Instagramið dæli á story þeir sem vilja fylgjast með ég sá það var einn, ég veit ekki hvað hann heitir það var einn hvort það hefur verið að bíða á Íslandi eða Nürburgring Íslandi eða eitthvað í sumar, það var einn strákur sem fór út með E46 já, hann fór út í sumar og var að posta inn á bíða á Íslandi hann var út allt ég held að hann fór líka til Nürburgring hvort hann fór ekki líka til Sviss eða eitthvað, ég veit það ekki hann fór til Ítalíu, Monaco og allt já, ég er að fara að gera svipa Feneyjar og eitthvað þetta verður gaman maður já, ég held það verður gaman að fylgjast með því allavega já, ég allavega sagði bara hokkit ég ætla bara, ég ætla að gera það meðan ég geta og líka fínt að vera búin að kaupa miða og getur ekki bakka út nei, ég er búin að læra það mjög fljóta svona ferðir eins og þegar við gerðum með hana Ultrace mástu, senast ári þá komu Ultrace miða til sölu sem bara miðanir við keyptum bara til miða bara á sýninguna þá bara hefðu strákar við erum búin að kaupa miða ég hef ekki að skoða flugmiða núna og hótel, ekki búin að pæla í þessu keyptum bara miða á sýninguna svo bara too late now bara þau verður engilega bakka út núna verðum að kaupa miða, verðum að kaupa allt þetta var geggjuferð þetta er skemmtilegasta ferð sem ég hef farið á þegar við fórum í sumar með Norvel og alla sem kom með okkur sko ég hef sagt þetta áður í podcastinu og ég segi þetta aftur þeir sem hafa mikið áhuga á bíla kannski ekki hefur mikið í driftinu, kannski hefur ekki það mikið áhuga en ég held að allir sem eru í þessu hafa áhuga á þessu þú verður að prófa þú keyrir ekki brautina bara að mæta þarna bara það er eitthvað við þennan stað við þetta svæði sem er bara sérstakt skilur, það er bara alltaf geggjaði bílar þarna allt fólkið, þetta veitingastæðina öll hótel, þetta er allt fólk sem er mætt fyrir að gera þetta svo við fórum á veitingastæð og þá var bara þá sáðu þessi niður, við erum bara að panta og mæti bara svona 4 GT3 RS Ferrari, Lamborghini og eitthvað svona SVO var þetta ekki SVO þannig að Huracan, þetta var eitthvað crazy bíl sko
bara sturlaði bílar allir bara ókýrst að skítu að felgur bara, þú sér bara bremsunar búnar allir út í flugum bara, nú er það búin að vera mökka braut svo komur allir til þessu hliðina á okkur næsta borð bara tala daginn á brautina og svo komur aðrir með einhverju aðra bíla MX5 Club, hellinga svona MX5 frá Breitlandi eða eitthvað, allir voru að keyra saman og svo líka það er svo geggjað sko Já, já, að vera á svona stað sem allir eru á það fyrir sama hlutin akkurat. allir eru að tala brautina eða bíluna og svo fer maður á Devil's Diner þeir sem hafa hort á þetta á YouTube þá vita það er svona kaffhús eða svona, ekki kaffhús, þetta er svona veitingastæður Diner bara, sem er það sem er rampurinn þess að keyra inn og út á brautina Já, já. þessi fyrir tourist drive sem sagt og hérna, það er bara risa hittingur alltaf, það er allir þar að leggja allir bíluna þar lappum og skoða og maður sér bara fárán hluti svo hvað, við hafa 2 alveg eins rauða E30 sko, M3, ekta M3 bara alveg óbreytir rándýrir náttúrulega og þetta eru bílar sem einhverjana heima myndi bara setja inn í geimslu og aldrei taka út þetta má ekki koma rík á hann þarna voru, þetta voru norðmenn það voru norskum númerum sennilega þetta fólk sem á nóg pening sko og þeir voru allir út í bremsuríki og flugum og dekkja svona gummi og en svona mint condition E33 sko bara ekkit á originalfelgum og allt bara sko bara verið að raskallan á brautina Já, það er gaman að sjá sko. skilur það er bara verið að nota þetta En hver, segir mér hérna þú fórst á Ultrace hérna, það er í Pólandi, ekki? Já. Hvort fannst þið skemmtilegra að vera í kringum það eða vera í kringum Nürburgring? Bara by far? Bara by far. Allir í ferðinni sögðu bara við hefðum átt að sleppa allt og vera bara hér. Ok. Ándjóks. Við hefðum verið aðeins lengri hana í Nürburgring sko út af því Ultrace það var bara svona Þú manst fyrsta kvöldi sem við vorum hana Já. þegar hérna sátum niður að borða hann á Pinocchios í Adenau og voru allir að keyra fram á Porschum og Hondan two-steppaði og mökkaði tók börnum við hliðina á okkur við sögðum allir bara höfum átt að sleppa Ultrace og vera bara hér frekar það er bara Ultrace var næs maður sá bíla sem maður hefur aldrei séð áður og maður mun aldrei sjá aftur hérna heima til dæmis við vissum strax þegar mættum hann á bara Koenigsegg á sko HREs bara einhverjum 3-piece felgum á loftpúðum bara á jörðinni og svo sá maður einhverja 3 F34 GTR bara eitthvað sem er ekki til á Íslandi sko það var bara 3 þarna bara að chilla saman að bóna eitthvað en það var ógeðslega heitt þarna það var ekki fyrir okkur við komumst inn mjög þægilega við þurftum ekki að býða neitt smá hakk en það pointast að gefa tips að því að Ultrace í Pólandi er ekki lengur á saman stað ekki að fara í Gdansk þeir eru frá annars stað í Danska eða eitthvað þannig að öll tips sem við gefum eru pointast það verður ekki til en mér skilist eins og Bergsteinn hann var á aðal röðuna úti ef þú komst á bíl ef þú lagðir í bílastæði kallarann borgaðir fyrir stæðið sko þá var sér inngangur þar og sér röð og ef þú keyptir miða á netinu og náðir í armbandi deginum áður eins og við gerðum bara vorum við tilbúið armband þá gastu farið fram hjá röðuna en ef þú varst ekki með armband þá þurftir að fara í gegnum þá þurftir að sína miðan við vorum ekki að sitja í röðuna maður og það voru nokkri með okkur sem voru pólverjar sem búið á Íslandi sko sem voru með okkur við vorum ekki að horfa svo í kringum okkur og við vorum bara það er enginn með armband hérna nema við í röðina sem betur fer ef þú varst í kjallaranum þá var þetta á neðri hæð þetta var engin sól þetta var ekki heitt sem er mjög næs ekki þannig hinum megin það sem Bergsteinn var það fólk var að leiði yfir nokkra sko það var svo heitt og það var bara svo lengi að bíða og við eitthvað félag okkar bara ég fyrir að spyrja hérna gæslugæðin og hann já ok svo bara fór hann að spyrja því svo kom hann tilbaka og sagði höfðu við erum með armbönd við förum bara fram með röðuna við bara geggjað við fórum bara biðum leið og opnaði það bara beintinn horfðu allir á okkur eins og ættir að myrða okkur sko bara en alltaf nei hversu næs hversu mjög næs já mjög gott sko. en maður heyriði sögur svo eftir á þegar við klárum þetta svo fórum á hótel fórum það bara maður var bara TikTok eða eitthvað það var bara hellingur af fólki að skýta yfir Ultrace bara á netinu ég var bara hvað er ekki
þá fengum við að vita að röðin hinum megin, það sem bensinni var bara í hakki. Þú veist, fólk sem kom á taxa eða strætó eða bara gangandi, skilur. Já. Það var bara, þá var fólk að bíða í 3 til 5 tíma. Shit, man. Bara í 35 gráða hita í sól. Já, það er svakalegt. Bara að því að það var svo lélegt skipulag. Þannig að Það er Svo- þetta alveg vangi við, sko. já, svo voru allir matarvagnar og básar bara tómir eftir hádegi og ég held að VIP svæði sem kostaði helling, það var bara allur matur búinn í hádeginu sem var mjög lélegt. Það var lofað að þú keyptir VIP með það, þá fannst þess að vera svona lounge sem er bara fyrir VIP. Það var fríir drykkir, frír matur, bara ógæslega næs, svona luxus, skilur. Svo heyrði maður að það var allt búið bara í hádeginu. Já, Það var bara vatn búið. Já, bjórinn þú kláraði basically sig, bara keypti VIP með það fyrir ekki neitt, basically. Já, ég hefði keypt, við vorum heppnir, við komumst inn frekar þægilega og svona, þannig að ég geti í kvarta, mér leið vel, sko, og fannst þetta gaman. En ef ég hefði verið í hinaröðuna og býða í 5 tíma, þá hefði þetta verið crap, sko. Segja bara eins og það er, sko. En ég sá núna hvað Ultris er aftur í, það er í Þýsklandi núna líka, í Düsseldorf eða eitthvað. Ég held flestir sem við vorum ákveðum það þegar við vorum annað, sko, eftir á. Þetta var gaman að sjá þetta, en ég ætla ekki að drífa mig aftur á það. Nei. Ég held ég fari ekkert á Ultris aftur, sko. En þú ert bara strax pepp að fara aftur á Nürburgring. Mér langaði að fara aftur bara leiðið ég kom heim, sko. Já. Ég er tilbúið, sko. Ef þú myndir segja mig og kíkja yfir, já, ekkert mál. Bara let's go. Þetta er geggjað, sko. Ég meina, sama að það sé einhverju óhappana inn á YouTube og eitthvað, en þú vilt bara fara hana, sko. Þetta er náttúrulega mjög high risk. Ja, þetta er... En, þú veist, samt þú verður bara að vera með hausinn skoðan á rétt. Var með dashcam, ég er búin að köpa með svoleiðis. Það er líka 1, 2, 3. Það vera með einhver sönnugögn, einhver gæfmabálaði. Þannig að svo bara eins og instruktor sem ég var með frá þessu fyrirtæki, hann sagði bara besta leiðin til þess að verja þig, sko, er ef þú sérð einhvern í speil bara, og horfir meira bakveðeldur fram að þig, sko. Alltaf fylgjast með fólki bakveð, þú verður að hleypa fólki framjá sem eru fljótur en þú, og til kannski að koma að beygju, kíkja í speil, enginn á það, næs, tekur beygina, svo bara kíkir aftur, það var bara Porsche, og við byrjar ræðsætt að vera að blikka þig, brjálæður, bara svona, sko. Bara hraðamunurinn á bílunum hann er fáránlegur. Maður sá kannski bara, þú veist, við fórum hann á svona útsýnisspall til að sjá eina beyguna, sáum við náttúrulega M3 og M4 og svona kerhratt og bara ok, þurfa að gera hratt. Svo kom GT3 RS nýr og bara á svona 5-falt meiri hraða. Já. Bara mikið í sens. Náttúrulega menn sem eru reyndir, skilur. Já. Eins og hann sagði bara, bara fylgist með í speil, þú sérði eitthvað sem og ert ekki alveg viss hvað þetta að gera, ert svona efins, bara bremsaðu og farið þig frá og leiður fara. Það er öruggast. Leiður bara fara, svo bara heldur áfram. Þetta er ekki reis, það er enginn að... Nei, nákvæmlega. Það er enginn að, skilur það, öllum drull hversu fljótu þú varst eða þú endur í vegginn, sko. Akkurat. Sérstu þú ert að borga einhvern einasti meter af girðingarna. Það er endar alveg fyndið, sko. Nei, en það kannski er eitthvað sem maður þyrfti að skoða að gera og þeir sem hafa áhuga á bílum og fara þarna út. Já, bara þetta er ekki það dýrt, þú getur bara flóið þangað, veitt bíl, kýt þangað, hótelin er ekki það dýr, sem núna er borgað eitthvað, 360 eurur fyrir 3 nætur, hvað 50 skall, á svo aðeins fínna hótel, skilur ekki eitthvað drasl, ég vil líka fengið hótel í hótel, eða bara gist aðeins lengra frá og kert. Svo er svo mikið í kring, en svo veginni sem eru í kringum brautina eru geggjaðar, allt í svona fjallvegir í svona skó, allt geggjaðar svona beigjur og óglæð, sko, allt mjög næs annað, sko, og allir veit ekki að það er geggjað næs og þetta er ekki það dýrt. Og svo ertu náttúrulega með söfnana líka, til að fara að skoða, Já. ekki bara brautinn og... Já, blessaður, það er ringverk, það er bara risasafn sem er í Nürburgring binguna, sko. Og það var geggjað, mjög næs. Það var, þú veist, formúlubílinn Schumacher og þetta var mjög næs, sko, alls konar svona dót. Svo alls svona leikir sem þú kannst farið í safninu. Já. Svo það er mjög mikið verið að keppa á svona trukkum hann, hefur þú séð það? Svona truck racing. Ég vil ekki séð. Það var þetta evrópski trukkar, svona flatir eins og séð þetta.
nema þetta eru keppnisbílar. Ok, Þetta er bara race truck, hann er bara með cage og eitthvað. Þetta er eitthvað 4-5 þúsund hestöflega eitthvað, þetta er eitthvað klikkað, shit dísel sko. Þetta er náttúrulega nýðinsnúnt. Já, Þeir eru bara að keppa á braut, bara eins og formúluna bara. what the hell man Crazy sko, horfa á árekstri í þessu, farulegt. Já, Þetta er svo þungt, það er kannski girðing sem er gerð fyrir bara vennilega svona keppnisbíla. Hann bara fyrir gegn, bara mökka bara, hann bara mölvar bara vegginn og heldur áfram. shit man Þetta er farulegt, þetta er svo geggjað. Það er keppt á Nürburgring, svona truck racing, og það er svona risa simrig inn í safnið. Það er bara svona life size bara trukkur sem fer í, svona motion gæi sem hreyfist. Það er geggjað sko. Maður er að prófa það Svo er alls konar annað svo, svona útstillingar og svo líka ef þú treystir ekki að keyra brautina, það er ringtaxi hana. Já, Þú getur reykt, það er svo dýrt, þú getur tekið GT3RS Porsche sem er náttúrulega mjög hratt. Það er bara fyrir eina mannsku. Það er bara farþegi sko, einn farþegi og svo bílstjóri sem er driver sko. Það er allt svona professional drivers, svona gæjar sem eru að keppa við í þessu. Svo getur líka farið í M3 túring, þá getur farið 4 eða 3 með 3 held ég, og þá er bara professional bílstjóri bara sem tekur í hring bara mökka brjál, miklu hraðar en þú getur nokkuð tíma gert, þannig að hann veit hvað hann er að gera, hann er að kera kannski hringina, hvað maður veit á hversu margar hringi skilur. já, akkurat Þannig að það er alveg sniðut fyrir það sem kannski treyst ekki sig ekki að keyra, ef við líka taka áhættuna. Það bara borgur það eitthvað, ég veit ekki hvað var það, 700 € eða eitthvað, 600 € fyrir M3, þá er það bara fyrir túrin. Já, já, Þannig ef þið eru 3 sem vilja fara í M3 með gæra, þá bara borgið bara fastgjald, svo bara deilið á milli, hvað skilur við? Það er ekki það dýrt. En ef þú deyr þannig þá er það dýrt. já, þetta, ef þú deyrið Þú þarna deyrið þarna, ég held að þú veist voru lítið að spá hvað það kostið þú dead. þarf þetta kvitt undir svona plagg Já, að ég held að- ef þú Nei, deyrið það þá þeir bera ábyrgð á það sko. Já, það er sant. Já, alveg Það örugglega. er engin trygging inn á, brautuna, sko. Ekki trygging fyrir bíl, en ef þú fucking deyrð eða slasast illa, það er allt annað. Já. Líkamstjón er allt annað en tjón á bíl sko. Ég held að sé alveg örugglega tryggt sko. Já, ég vona það. Já, ég er alveg örugglega. Bílinn er kannski ekkert viður en hérna, svo reyndar, já, ég held líka að tringarnar frá Íslandi duga þarna sko. Já. Af því að þetta er bara skáð sem public road, toll road, þegar brautin er opin. Tæknilega séð ertu bara á götunni, þannig að þú leitir í slísi, ég held að tæknilega séð þá eiga tringarnar frá hérna á Íslandi að dekka það. Tringar á Íslandi duga úti sko. Já, Sem það ég er alveg að gera, þú veist allavega fyrir þig, þú ert ekki að reyna að tryggja bílinn, skilur Já, Þetta eru- fyrir mig, jú, líkamlega, já. líkamlega, þú ert alltaf tryggður fyrir því Eða svo bara það bara sniður, bara ekki kera á neitt. Nei, Það er náttúrulega bara besta sem maður getur gert. já, varstu að hugsa bílatryggingarna þínar, bara Já, íslensk já. Það er heldur fyndið að þú pælir í því að þeir eru náttúrulega ekkert með ykkur smáalitri og meir ekki fara að keira Nürburgring, sko Ég held að allir þýskir bílar sem eru með tringar úti eru tveir þarna þegar þeir eru að kera. Þetta er bara gata, þetta er bara vegur. Þetta er one way toll road. Ef þú þarft ekki, þú veist, þú bara borga bara penningin, kerir það er ekki með hjálpur og neitt. Nei, Bara aukurskýrtinni og gilt á bílinn sem skoðaður, skilur. Já, hann hlýtur að virka þá Það geta sömu reglur á göttuna. Mhm. Þú verður að taka fram úr vinstra megin og allt, skilur. Máttu ekki taka fram á hægri megin. Ef þú tekin, það eru myndar út um allt. Ef þú tekin að taka fram úr hægra megin, þá verður sekt, sko. Já, Það já. er bannað. Þannig að þetta er mjög svona regulated. Já, það hlýtur að vera þá að þetta sé bara venjulega tryggt, skilur það hlýtur að vera ef að bílarnir úti þú veist, þetta eru bara eitthvað svona sér ákveð hjá bílaleigunum að leifa þetta ekki, skilur Já. Bíllegunar eru með það, sko. Alls ekki gera það. Ef þið viljið fara út, alls ekki taka bíli á 6 hertz eða eitthvað að taka hann á brautina. Þá er þið bögt. Það eru myndelur út um allt og þeir vita, við tókum eftir því að þeir eru með aðeins öðruvísi núnhlutur, oft bíllegubilnir. Það er svolítið rétt að spotta það. Þannig að já, Já, ekki gera það ekki gera það. Gerir bara eins og við. En Nurbalife er mjög gott fyrirtæki, mælum með. Sjátt, Til þess að, shameless plug hérna nei, ég bara
þeir gaf okkur ekkert fyrir þetta sko, við bara borguðum hjá þeim og bara geggjuð þjónusta, Já, bara mjög næs gæjar og þau útskýrði þetta mjög vel fyrir mann. ég held að þetta þessi væri bara Eins og ég spurði þá, að fara út já eins og inn í skilmála það stóð eitthvað að þeir rukka fyrir skemmdir og svona, ég var bara mjög hreinskilin, ég spurði bara, eru þið eins og Sixt, eru það að tala um steinköst, eru það að tala um bara skemmdir? Hann sagði væntanlega ekki, hann sagði bara nei, við erum ekki fara að rukka eitthvað fyrir steinköst, Nei, bara ef þið komið tilbaka og bílinn keyrir ekki beint, beiglu spilna eða felgan er skökk að þið keyrið yfir kant eða vantar hluta á stuðaranum skilur eða splitterinn er fókt skilur það vantar þókuljós þannig dót, eða vantar hérna sílsarplast eða eitthvað þá eða dæld skilur, bara ekta skemmdir og þeir rukka ekki eins og bíllegunar skilur, hann sagði, við rukkum ekki strax sjálfsábyrðina sem er helling getur verið alveg upp í nokkra mílunir sko sjálfsábyrða á bílunni hjá þeim hann sagði, þá bara rukkum við ef þú skemmtir eina felgu þá rukkum við bara fyrir eina felgu ekki bara rukka alltaf sjálfsábyrðina og svo bara hyrða restina skilur, þeir voru mjög hreinskilir það er sem ég fílaði með á það er svona mælið með á þeir segja bara eins og þeir og ef maður spyr þá segja þess og voru bara ókvæmst næs með þess að einn af gaurunum vildi koma til Íslands hann bara oh my god, you guys are from Iceland þeir bara yes oh my god, first time we get guys from Iceland fyrst skipti og hann bara og náttúrulega var hann instruktorgæðin hvað sagði hann við þig hann fór með mig 2 hringir svo fór hann með þig hann var eitthvað í Norvél hann var eitthvað you from Iceland too hann bara yes we're all a group eitthvað hann bara you guys are fucking crazy eitthvað hann bara þið allir að keyra okkur svo hratt maður hann sagði bara sumir koma en það kúka á sig við erum vanir umöðlegum vegum þannig að svo kemur kemur á þennan veg og þú bara þetta er bara luxusvegur þetta er bara eins og keyra einhver sveita við maður þetta er ekki nýtt maður nákvæmlega sko en þáttur með 17 shit happens, pældi því sæll fljótt að líða pældi því það eru 4 mánuðir í að þessi komi ár síðan að fyrsti kom út þetta er fljótt að líða við erum búin að koma langt við erum komin út frá því að vera bara í einhverjum skúr upp í að vera með svona sem að segja respectable studio svona eitthvað sem er flott getum fengið einhverja almennilega gesti hérna ekki eins og áður fyrir bara hérna þetta er skúrinn út í hotn við erum að ringja í liðið klappaðir inn og það eru 3 mækar og 2 stólar og þetta er eins og casting couch bara ræðilegt hægjendastólarnir flottu pornosett flott að klifra yfir dósaboka það er svona það var ekki sniðugt en þetta virkaði einhvers staðar að byrja með þér einhvers staðar hérna hvernig finnst þér þetta búið að vera? Mér finnst þetta bara búið að vera gaman og maður er svona einmitt mér finnst þetta svo skemmtilega við það er þú veist að við erum ekki saman dagstaglega bara alls ekki og við erum ekki einsinni þannig að við erum ekki talandi saman dagstaglega einsinni það er svona einsinni sem við erum eitthvað að senda snöpp á milli en svo bara mæti við hingað og þá við erum svo langt í rauninni ekki langt frá physically skilur en þú ert alltaf upptekinn í vinnuna maður er alltaf heima að gera eitthvað ég kem ekki í bæinn bara því bara skilur akkurat þeir sem búa ekki í Reykjavík þeir vita hvernig þetta er þú reynir alltaf að samina svolítið ferðir þú ert ekki fara í bæinn bara því bara en það er líka bara þannig að þú veist einmitt við erum ekki deilandi í því sem við erum að gera alla daga með hvorum öðrum þannig að þegar við komum síðan loksins saman og erum að tala þá höfum við alveg slatt að tala við erum svona sikk hvorra hlutina þú veist eins og til dæmis þegar þú varst úti og það vissi ekki neitt nei ég vissi ekki neitt það er ekki svo ég hafi verið bara eitthvað herru fokk ég komst ekki í þessa ferð ég bara hafði ekki hugmynd hvað þetta var nei. Og það er bara gott já og mér finnst það skemmtilegt sko að þetta blandast einhvern veginn svona saman sko og eiginlega einmitt varð bara óvart sko hvernig það varð til sko já ég meina þú veist ég er bara búin að vera sáttur með þetta er búin að ganga miklu betur en ég bjóst við við ekki hana það fyrst þegar Norðurlanda hýtti mann að senast að vittur og var ekki mér langar að vera með podcast ég bara ok, bara flott og bara ég vil að þú verður í því ég bara eftir eitthvað rugglaður það var eitthvað, hvað meinur ég er sko mest feimla manneskja í heimi fyrir að mynda þér og Mike hann bara, alltaf þú röddaði bara, ég bara rugglaður það bara, nei, gleymdu þessu ekki séns, og bara, jú, við gerum þetta bara ég bara, shit maður ok, fuck it, við pröfum þetta bara það verður bara, vestafæll það verður þetta bara eitthvað fucker í þetta búið
en þetta er búin að vel og Þar var ég ekki einu sinni með, sko. nei, en þú varst svona smá behind the scenes Já. var svona með Lói svona en tölum svona við segja við erum svona corporate við erum náttúrulega dótturfélag af móðurfélagi sem heitir Lóis Já. það er ekkert fyrirtæki samt við erum bara döfla sinna því miður Þetta er community. já þetta er community Já. það vonandi fljótlega verður þetta að einhverju starri sem við getum gert eitthvað með Já. en kannski þeir sem voru að fylgjast meira með okkur með Lóis í sumar tóku eftir að við vorum kannski aðeins Lóis hefur ekkert verið mjög virt skulum við segja undanfarin ár í svona bílasamfélaginu á Íslandi hefur verið að posta svona vídeo og svona reglulega verið mikið með bíladavídeó og svona meira þar sko meira svona shadow organization það verið svona mystery bara Lóis er eitthvað svona svo þessi alltaf gaur hann að bara posta eitthvað 3 vídeo ári og bara að það var ómægað Lóis Já, sko, við vorum ekkit rosalega mikið svona publicly að sína hvað við vorum að gera og það var svona það sem við vildum eiginlega breyta eins og í sumar þú veist, eins og þessi hittingar og þetta sem að voru áður sem voru hérna bílasamkomur Reykjavíkur og Lóis hittingur náttúrulega fyrir löngu duttur svolítið út og það var svona svolítið það sem við vildum breyta og reyna að koma aftur á framfæri þú veist að við ætlum að halda boltanum gangandi skilur við ætlum ekki að láta Lóis bara detta niður og verði ekki neitt heldur meira bara svona rífa það í gang aftur búa til nýtt merch sína hvað við höfum upp á að bjóða Já, við vorum reyndar ekkit við ætlum að vera duglegir að greiða merch fyrir næstu sumar það var svona ekki alveg við náðum ekki alveg að greiða eitthvað Þetta er bara test and run við þessu ár sko. Já, eins og Lóis ekki einn stokk á bíladögum allavega Nei, við vorum ekki með svona vorum bara með þannig ból skilur vorum ekki eitthvað með svaka print skilur Nei, núna erum við náttúrulega með DIY print eða þú veist, do your own image print þessa og Er eitthvað frétt þar? Eitthvað meira Það er búið til einhverja Nú? Við þurfum eiginlega Þurfum eiginlega að fara að auglýsa þetta meira? Við þurfum eiginlega líka bara að græða myndir að því Já, sína fólk, já Svo þurfum við að græða þarna Grúpa þín náttúrulega að græða fullt af bólum Já En það var allt sama myndin Já Þannig að ok, fyrir utan okkur, var einhver sem pantaði? Já, ég man ekki hver það var Ég man bara, ég gerði ból og ég glemdi að taka mynd á honum En ég þarf að You had one job Nei, Ándjóks You had one job sko. Nei, mikið að gera Já Nei, sko, eins og Lóis Það var bara einhvern veginn in the zone Maður bara svona einhvern veginn gerði þetta og svo bara pakkaði í þessu og svo bara Spenntur maður að gefa Já, bara geði þetta maður og svo bara fuck, Hvernig bíl var þetta? Þetta var eitthvað BF Sjokker Já Sjokker Hvort þetta hefði verið 90 eða F30 eitthvað svo leiðis BF Já Ég getur eiginlega fundið myndina Já, við finnum það En já, eins og ég segist það hittingarnir sem voru áður eins og bílasamkomur og svona það var ekkert eitthvað beint stimpla Lóis skilur það var ekkert að auglýsa Núna í sumar byrjuðum við bara ákveðum það bara þegar við byrjum hlaðvarpið podcastið byrjaðum með sletturnar Já ákveðum það að Lóis myndi vera aðeins meira svona public og okkur fannst náttúrulega bara eins og við tölum oft í sumar og fínt að kannski að minna á það núna með þróun á þessum hittingum og allt það sem við erum búin að tala um lengi og ef þið viljið vita það þurfum bara að fara á episode 1 og geta play og horfa alla þættina hinga til það viti hvað ég er að tala um Já ég ætla ekki að tala um það meira það er nóg að spicy í rent en við vildum bara breyta svona stefnuna og fá aðeins betra viðhorf þetta og þá kom fyrst hittingurinn hvað var það ekki FG? Jú Núna í sumar já, í Garðabænum sem var stimplaður bara Lóis hittingur og ég man sko þegar við vorum ekki mjög bassinni fyrst gerum eventið Já og svona Við vorum eitthvað þá var koma rigning og við vorum eitthvað Nei, ekki bara það, við gerum postinn Já svona event sko en svo
svo bara eftir 1 dag eða 2 daga þá bara sprakk upp eventið Já. bara haugur að liða í góður bara shit maður, það verður ósum mikið margi svo var bara ógeðslega mikið af flottum bílum og hann var gamli feiti Bitri hann kom eitthvað á Var þetta ekki á annan? jú, seinni hittingin sem hann Já. kom já bæði hittingin voru náttúrulega geggaðir seinni var náttúrulega meiri sko og hann kom eitthvað til Norvel Geir Palla? til Palla, til þín hvað sagði hann, var hann ekki að Sagði að þetta væri svo, honum finnst þess að hann væri orðin ungur aftur að því þetta væri svo að vera mættur á Live to Cruise hitting í gamla daga. en okkur leið svo vel að heyra það Já, að því þetta er einmitt það sem við vildum gera að því að Live to Cruise einmitt, þegar Palli Scooby var að sjá það var einmitt sama stefna og við erum svona að reyna að halda að einmitt ekki verið í fíblagangi og skemma heldur bara mæta og sína og hafa gaman og já, ég meina, okkur finnst öllum gamla fíblast að skemma sko já, en hérna, einhver liti en hérna, en þegar þú ert að fíblast og skemma í svona stórum hóp þá fær allir stimpillin á þá er það ekki bara þú, heldur allur stimpillin já, nákvæmlega og skemma bara staðina sem þetta er gert á ef þú vilt vera að fá þetta og gera eitthvað af þér þá farið bara afsíðis eða gera það bara á einhverjum öðrum degi sem við erum ekki hana já, Farðu eða bara að spóla á hvaða plani sem er þegar það er ekki bílhittingur, skilur ef við erum með hitting í Gorðabænum farið það að spóla í Mosó eða einhverstað annars þar bara langt í burtu Granda? Já. það er búið að skemma planið maður Nei, jú, ertu búin að fara grandan nýlega? akkur er þetta svona litlu kubbunum hana Nei, bara það er alltaf verið að leggja einhver draslatna og það er ekki gott að Það spóla eru komnar eitthvað bensinstöðar núna Já, það er enda sniðugt, þú þurfur að spóla allan tíman svo bara náði bensin og held áfram Já, líka bara að klessir á og ekki með miklu flottari sprenging Nei. spring, sko, Það gerist ekki keirið á, þetta er ekki GTA, sko þetta er ekki alveg svona Bíómynd það virkar ekki svona, sko Nei, hérna, en þetta hefði geta verið það er potential fyrir sennilega flottasta spólplan landsins þarna. Það er ljótt að segja þetta en þessi ekki staðurinn að vera auðvitað svona Nei, en það er bensinstöð þarna, þannig að maður getur verið að spóla þarna bara endalaust bensinljós skellur bensin á hann, heldur áfram Vantar bara dekkjastæfil hérna Það eina leiðilega bara er lætin, skilur sem að fólki í hverfinu hann er að væla undan og eitthvað sko Ef maður væri með eitthvað rétt aðeins út fyrir bæinn, bara svona plan með bensinstöð á, þá væri maður bara góður. Það þurfti að vera bensinstöð. Já. Svo þetta helst að vera svona dekkja sjálfsagreisla. Með svona dekkjavel. Það væri perfect plan. Það væri næs. Það væri mjög næs. Þá bara spólaru, svo bara bensín, umfölga, aftur út. Þú þyrftir business idea. Kannski bara fyrir þig, af því að þú býrð aðeins fyrir utan bæinn, þú verður kannski bara að kaupa þér eitthvað sveitabæðarna og kaupa þetta ekki vel og láta malbygga plan, svo bara leigjur inn á plan. Það borgar sig ekki að gera það í Keflavík. Akkur ekki? Að þú ferð eina átt ára flugvöldurinn, hinn áttan er eldgoss. Já, true. Þannig að hvor viltu mátt velja, sko? Viltu vera handtekinn eða viltu lenda í hérna í höfn? Farðu bara nær eldgossinu, af því að við getum spólað eins og við viljum og svo kemur löggan og það bara, þetta er gósmökkur. Þetta er bara gósmökkur, já. Já, ég meina þetta mengar svo mikið þetta heldis eldgoss þessi eldgoss sem er hana Nei, ég veit hvar, IH Já Stækka IH og Herðu, það vantar bara svona drift pan bara pitstoppið stækkast pitstoppin ekki driftin í pit Nei, hann er bara að segja sko, náttúrulega það var gaman að vera með svona drift svona hring, eða fattur við eða svona drift pan, skilur, svona skid pan bara að vera með þessi plan bara þess að fara inn og spóla hringi setja bensinstuð upp á IH 85 á dælu Úff Já, kostar svona 1500 kall líturinn Það er alltaf læg Nei Eiginlega ekki, sko, út af því að þú ert að flytja inn í einhverjum tank fyrir heila dælu og getur auðvitað fengið þetta út í rana, sko En það myndi selja snó Það er ekki bara ónýtt eftir sumarið Já, það geta alveg verið Helmingurinn af því sem er komið er ónýtt Ég veit ekki Kveikið mér restin Ef við höldum að verið staffapartí fyrir ágangin er þetta ekki svo reynd að við bara hægt að drekka þetta Já, þetta er þeim Þetta er bara mæskotna, eða ekki? Corn juice Þetta er bara spritt Já, þetta er ethanol Þetta er bara, hefðu, þetta er bara vodka á bílinn Og það er bara að fá sér gamla lötu driftbíl Setja bara vodka á hann En þegar ég fór að skoða þetta á þannig vorum að tala um hérna þetta væri 17. þátturinn af Shift Happens og fór ég að skoða hérna því við erum búin að vera að tala um að það er orðin bara
Við erum konum með lista af fólki sem við höfum eftir að heyri í til að koma. Já, herru, það er líka risa fréttir. Mhm. Við fengum fyrsta skipti skilaboð núna nýlega Mhm. frá frekar þekkta mannesku í bílaheiminum á Íslandi sem var að biðja um að koma á podcasti. Já, það er ekki ekki. Bara, ha, Það er mjög næs. það er progress. Það er- Í staðan fyrir að við sem að koma á podcast. Sko, við höfum náttúrulega fengið áður. Turning point, Við höfum fengið áður svona þar sem að við hittum einhvern og það er eitthvað, ég var alveg til í að koma, eitthvað svona. Já, þetta er bara random. Já, Við þekkjum hann, eða ekki nei, við þekkjum hann ekkert persónulega, sko. Flest sem hafa verið að koma hingað, við þekkjum einhver leiti, skilur. einhver leiti. Það er bara þannig það að við erum að byrja náttúrulega. En þetta er huge, sko. En ég tók Að fólk sem fara lista. að spurja okkur um að koma. Já, talandum að því þú segja að fólk hefur verið að koma og ég tók lista yfir þá sem hafa komið. Já, Ég bjóst ekki við að það væri svo margir. hvað er með það? Þeir sem hafa komið í Bara svo podcastið. við segjum í byrjun, bara svo við segjum frá, sko. Við erum ekki búin að plana þetta. Nei. Við erum bara svona sjálfur að review upp árið. Mhm. Svona, jafnóðum. Það var náttúrulega Hilmar, var náttúrulega í fyrstu þáttunum. Já. Og Pétur kemur hann að fyrst. Síðan er Keli, Siggi. Síðan er náttúrulega bíladagavloggi. Það er náttúrulega komið bara fullt af fólki, en það var ekkit einhverju svona gestir. Nei, ekki í podcastinu. Það var náttúrulega bara að öðru vídeo. Síðan er við að tala um það er Tryggvi, Birkir, Breki, Simmi, Eyjólfur og svo Kjell og Steppi. Já. Þetta er alveg svolítið margir sem eru búin að margir. koma í. Og líka við vorum Spjall. hérna tölum um það í sumar að við vorum svona ekki nóg duglegir að svona upplóta. Nei, En hvað er þetta margir mánuður? 8 mánuður? Nei, 10 mánuður. það eru 8 mánuðir hjá okkur núna. Þannig 17 deilt í 8. Það er heldur mikið, sko. Þetta eru 10 gestir sem við höfum fengið. Ef við teljum með Hilmar. Já. Hvað sagðir þið? 17? Það er tölum mikið Hilmar með, hann var náttúrulega bara með okkur í byrjun. 9 En, gestir. en sko 17 þættir. Mhm. Við erum búin að vera meðaltali hvað? Tveir á mánuði. Meiri. Já, jú. Meðaltalið 2. Þetta er Þannig að 8 mánuðir sem þetta er 16, já. Passar. Já, það er svona aðeins. Allslæg. Við erum ekki með fast stúdíu eins og margir aðrir sem eru með svona podcast. Nei. Og við erum bara, já, við erum ekkert með neitt stuðning þannig séð. En það Stuðning breytist líka aðeins Við erum að núna. verskið hans Norvel. Það breytist alltaf Það er aðeins svo núna djúpt. þegar við erum hérna, þú veist, af því að fyrri þættinni voru þetta alltaf eins og sumir sáu að þá voru við inn í skúrnum hjá ADHD skúr hjá Já. okkur eitt skiptið. Já, það var ekki að því við vildum það. Nei, Það er að því við vorum homeless. já, vorum- það var búið að setja vetrageymslubíla inn í hinn skúrin Við vorum homeless, sko. og já, það er svona breytingarna náttúrulega bara, einmitt, kom einhvern veginn. Þú veist, það var ekki að því að við vorum eitthvað svona, herri, við verðum að breyta stúdíóinu, það var bara svona, það er ekki pláss lengur, Nei. nú þurfum við að gera eitthvað nýtt. Já. En þannig að það er einhvern veginn svona já, ég myndi segja að veri auðveldara við erum fljótari að setja upp hérna og byrja að taka upp heldur en við vorum nokkuð tíman Já, líka bara hlýrra og enginn við hliðin á að berja og sjóða já, og miklu flóttra umhverfi. Ekkert eitthvað Já. hvítir veggir og... við þurftum náttúrulega líka alltaf að vera með opið út, mástu, á fyrri staðnum Já. Svo fucking að- heitt. það var Já, það er líka að því að Myndavélin var alltaf of Við erum alltaf komið með svaka dýra núna upptöku við Já. og eitthvað. hvernig myndaðilega þetta? Þetta er Sony FX2 eða 3. 2. Sony FX2 Og þeir sem vita, þetta er money, sko. og þetta er veski hans Norveila Þetta er allt sponsað af okkur bara. Mr. Lower Lower Mr. En ef Lewis. einhver er að hlusta sem er með eitthvað fyrirtæki sem var til að styrkja okkur, þá bara endur að heyri okkur. Því þetta borgar sig ekki sjálft. Nei, Nei, Gerir þetta það er bara gaman og hérna, við erum eins og við sögðum þegar við byrjuðum. Við erum ekki í þessu fyrir eitthvað svona, fyrir eitthvað að búast við að græða eitthvað á þessu. nei, Við erum bara, við ætlum að gera þetta með okkur finnst þetta gaman. Svo þegar dagurinn kemur að þetta er leiðilegt, þá hættum við. já, já En Eða- þetta er ekki leiðilegt, þetta er rosalega gaman. við höfum aldrei eftir að hætta þessu Nei. út af því, við höfum eftir að þróast bara með þessu og þá eftir að koma eitthvað nýtt og við höfum eftir að Ég held fara í eitthvað skúra bara hins að og Lois, og... ég held bara að Lois breytist fljótlega í Lois Media og það eru eitthvað reysa fyrirtæki. Svo seljum við það bara fyrir eitthvað vorð fyrir og fyrir mig. En þá þurfum við að selja Norvel með því. Nei, ég er ekki. Það er alltaf næ. Já, Hefur þú ekki á móti því? nei, svo Ég sem þykir ekki. ekkert andamann, sko.
Þú veist, Ég byrja þessu eftir hvað við fáum fyrir hann. Það fer allt, sko, það er allt til sölu fyrir rétt verð. Það er bara þannig. Ég held það. Það sé rétt að svarið. Ég held það líka. Já. En Norvel, hvað upphæð myndur þú sætta þig við? Svo hvað upphæð myndur þú sætta þig við að segja bara, ok, ég skil. Það vil, létum við fara. 50 50.000. miljón 50 milljónir. Fyrir þig sem persónu. Það er ekki neitt. Ég veit það, þá mig bara Þú vil þetta ódýr með þér. Nei, splitta peningin og svo gefa mér Ferðu, þetta kallast insider trading. Já. Þetta er bara spilling. Við erum á Íslandi, það er ekki nýtt. Algjörlega, sko. Nei, En þetta væri samt ekki hægt án Norvel. Þannig að hann ná eiginlega stærstu þakkirnar eftir þetta ár. Já, eiginlega. Já, bara mest þakkirnar. Sérstaklega fyrir að ég skilji ekki að ennþá þú keyptir að seldis myndavél. bara fyrir ykkur og fyrir hana Já. áhörðendur. Já, sem eru ekki að horfa. Og eru bara að hlusta. Jú, það Nei. er að horfa sko. Eru Við þurfum að væri forröndið að vita hversu margir eru actually að horfa á þetta á Spotify í staðan Það fyrir er að hlusta bara. Það eru nokkur sko. Ég veit að Breki horfa á þetta held ég. Það er alveg margir sem horfa. Tryggvi sagði líka að hann var búin að horfa á þetta. Já. Og það er það er alveg margir sem eru, þú veist, sem að svona kíkja, eins og ég heyrði allavega á síðasta þætti Já. þegar voru að tala um að setja myndir og eitthvað. Já. Það voru alveg margir sem voru eitthvað, já, þú veist, við kannski að hlusta en tók upp síman, þú veist, og tjekkaði hvað þið voru að gera, eða Já. hvaða myndir þetta voru og eitthvað svona. Það þurfa að vera duglega að henda myndir í þessa Já. og þessa. En það voru margir sem að, ég hef séð, þú veist, einmitt, já, sem er að setja þetta kannski bara í sjónvarpið Já. og eru kannski ekkit endilega að fylgjast með þessu, Nei. meira kannski að hlusta, en svona, þú veist, kíkja samt á hvað er að gerast svona inn á milli. Já. Já, ég meina, ég skal vera hreinskilinn sko. Því ég er mjög duglegur hreinskilinn. Og ég hlustaði og horfði aldrei á podcast Nei. þegar ég byrjaði með þetta. Þess vegna var ég svo hissa að Norvel spurði mig hvort að ég vildi gera podcast eða svona stýra svona hlaðvarpi, ekki podcast, það er sletta hlaðvarpi. Hlaðvarpi. Ég sagði við hann bara, eftir eitthvað rugglar ég horfi aldrei að hlusta aldrei á neinn hlaðvarp. Mér finnst það dref bleðilegt. Það er bara fínt með þér. Þá ertu bara að gera hvað sem þú gerir og ertu ekki að reyna að kopja þér inn. Nei. Okay. Svo sem er rétt. Og ég sagði, kannski fyrir að hlusta á podcast meira í framtíðinu eftir ég byrja þetta. Og ég er bara að segja að það er bara ekki satt. Nei. Ég er mjög sáttur að það sé svona mikið fólki sem hlustar á okkur og horfir á okkur. Ég persónulega skil það ekki. Já, Ég horfi aldrei á podcast eða hlusta ekki Nei, ég var þar sko, ég hlusta alltaf að þarf alltaf að vera grín þegar þeir voru, þeir náttúrulega búin að eða þeir eru hætt í dag voru í 7 ára eða eitthvað sko, þannig að það var alveg gott rann. Ég hlusta alltaf á það og en ég tók svona tímabil, þú veist, þegar ég var keira, þú veist, fara á Akranes í bæinn, þá bara hendi á podcast, fínt að hlusta á það. Svo tók ég tímabil þar sem ég var bara að hlusta á tónlist. Já. Svo tók ég kannski heilan mánuð þar sem ég hlustaði bara geðið mikið á podcast. Það átti ég, þú veist, nokkra þætti inni. Einmitt. Þannig að Einan tímabili sem ég hlustaði einhver podcast þá var The Donut Media var með podcast. Þannig að Past Gas eða eitthvað. Þegar James Pumphrey var ennþá þá var hann hætti. Og það setja það oft bara í JBL-hátarann þegar ég var að grilla eitt sumarið. Þegar ég var að grilla oft eitthvað lengi þá setja þá var það bara ekki 20 mínútur og hálftíma með að grilla og svo slökti það en kláraði aldrei þáttinn sko. Og þetta svo hélt ég bara áfram þess sem ég stoppaði næst ég fór að grilla sko. akkurat. Og eitthvað svoleiðis en sumir fíl þetta, sumir ekki skilur eins og ég er ekki að reyna að segja við ykkur að ekki hlusta podcast ég vil að sem flestir hlusta á þetta og horfa á þetta sjálfsögðu. En félagi ég bara hann er búin að vera að skamma okkur einmitt bara, Finnsi, þú veist, já. alltaf þinsi maður Hann er búin að vera bara, herru, ég byrja bara að halda fram í okkur, bara að hlusta á annan podcast, ég eitthvað fyrir. sko, Bara ekki nóg að þáttum að koma, bara reglulega, ég bara, herru, við höfum alveg nóg annað að gera, sko. Já, Þú veist, við erum að reyna að taka 2 þætti í hverju mánuði. já sko Finnsi minn, því miður þá eins og heyrir af okkur báða þá er bara desember búin að hræðilegur Já. það er bara allt sko eins og með þegar Kjell átt að koma svona seinast þátturinn þá var þetta helvíti og já,
tökum podcast svona, næstu viku. Það er bara, Keli er með, hann er með hálsbólgu, ok? Fyrst var Norrlur ennþá út á Hawaii. Já, hann var á Hawaii. Svo Og ég kom bara, hann, Keli er með hálsbólgu og svo allt í hennu, Keli er með komið með þetta í lungun og Já, er komin að sýklalyf, ok? Já, En við reynum þetta aftur þarna. og svo vikuna eftir þá er ég. Og Steppi. Já, ég og Steppi. Þannig að fóru bara mánuður bara í frí og veikindi. Þannig að, Svo mættu við hérna að þú varst eitthvað smá slappur. Þú hefur kannski smitað mig ennþá. Þeir voru báðir búnir að vera veikir. Herðu, ég var hingað þarna, þú varst lengst hinum megin. Já, en þetta kemur í gegnum mækin. Kjáftæði. Þú talar hérna. Þetta er bara Þú talar og þetta fyrir bind í eyrunum. Sæl, þú ert bara með álhatt, sko. Það er conspiracy. Þú ertu með teipað fyrir myndavélina á MacBookinu. Nei, ég veit að allir sjá mig. Ég er með opna, open cam. Svo open diary. Bara, allir geta að sé mig. Já, Nei, ég er ekki þar, sko. Nei, þetta er þetta er búið að skemmlegt og ég held að þetta gekk betur en ég búið og endilega líka bara, sko, að því að er ekki kommentakerfi í Spotify? Jú. Þau eru kannski endilega bara að skrifa bara þeir sem nenna því. Please. Bara, hvað ykkur fannst skemmtilegt í þessu þætti? Hvað ykkur fannst ekki nógu skemmtilegt? Hvað ykkur finnst svona getur bætt? Og ef enginn kommentar neitt þá höldum við að við séum geggjaðir og gerum bara áfram það sama. Já, þetta er eins og í kosningar. Já. Bara autt blað þýðir að þið ert sáttur með það sem er í gangi. Eftir síðustu 2 þætti eða eitthvað þá allavega sagði Finnsi hann ætlaði að setjast niður með mér og græja með mér svona spurningar Já. Af því að hann sagði bara að hann er búinn að hlusta á svona 450 mismyndi podcast þannig að hann er svona með fullt af einhverju svona spurningum í haustnum sem hann ætlar að gera Ég legg eitt til. Já. Ég með mjög góða mynd. Að hann mæti? Já. Hann var búinn að segja þetta einhvern tímann. Hann Finnsi, þá erum við að fá svona our number one fan bara í þáttinn. Hann var búinn að segja eitthvað um hann eitthvað hvernig ætlar að fá mig en svo ef ég segi eitthvað við hann ætlar að koma nei, ég hef ekkert að segja ég er ekki búinn að keyra bílinn minn í 10 árin við þurfum að græja fyrir svona hatt svona baseball hatt og svona, þegar ég sé svona eins og baseball í Ameríku svona gæi já, svona foam finger svona number one fan hafa svarta gullita eins og Lois hann er örgulega number one fan sko ég held að hann er svakalega Herðu að sjá hverjum deg svona 3 daga fresti fyrir Spotify og refresh sko málið er ekki þáttur eftir að hann fekk sér Airpods þá að mætti halda hann hafi látið græða þau inn í eyrað á sér því að hann er bara með þau alltaf og hann er alltaf með eitthvað sem hann er að hlusta á eitthvað podcast sem hann er að hlusta á bara í vinnunni á kvöldin, hann kemur heim er bara að taka til eða eitthvað, þá er hann með podcast bara í vinnunni podcast, podcast bara alltaf þannig að og svo er hann alltaf að sína mér eitthvað ný lög og ég er alltaf hvenær hefur ég tíma til að hlusta á þetta eiginlega kannski ég bara ekkert að gera í honum nei, ég sé svona nei, það er eitthvað nei, ég bara já og við ætlum ég náttúrulega tók hérna einhverja hraðaspurningar sem við vorum búin að tvíka eitthvað síðast og svo lítið ChatGPT búið til einhverjar nokkrar og það eru svona misgáulegar það svona fyndi hvað hann hefur öðruvísi spurningar heldur en maður myndi hugsa ok, hvað er þetta með margar spurningar eða? Já, búin að gera 10 10? Já, viltu taka þér? Ég ekki bara taka þér? Ég er alltaf það er búin að taka viðtal við þig í rauninni Já, ég er eini þetta sem er aldrei búin að taka svona viðtal við og spurningar Þú fært svona pröfu ég skal taka pröfur út á það Ok, ég ætla að láta þig hafa chat spurningar þetta er sko þær eru óbreyttar ég er bara búin að kopja þær beint út frá honum einhver steipa Temusteipa Já, fyrsta er sko ef þú mættir eiga hvaða bíl sem er hvernig bíl myndir velja hvaða bíl sem er? Já Ford Focus Nei, hvaða bíl sem er E90 M3 einskiptur setan hver er skemmtilegasta bílaminningin þín frá Íslandi? Skemmtilegasta bílaminning Seitt maður
bara eitthvað specific þá eða Bara eitthvað, bara eitthvað specific minninga Já. bara einhver specific minning. Þú varst að tala um svona fornbílar í Keflavík, eða ekki? Sem er alltaf að rúta ljósanótt. skemmtilegasta bílaminningin mín er Mhm. þegar ég horfði kannski ekki skemmtilegasta Mm en Eftirminnilegasta. eftirminnilegasta er þegar ég horfði á rallyjeppa mökka út í sjóin á höfnuna í Keflavík þegar var ekki Ok, á rallyið Suðurnesrallyið þá taka þær alltaf hérna eitt stage með frá smábáta að stórbátabrygguna já. og eitt árið ég var krakki sko mæni hvernig það var þeir sem þekkja þetta hafa verið þarna mikið þá munið það kannski þá var eitt árið sem einn jeppi og það hafa verið Cherokee eða Land Rover eða eitthvað svona breyttur svona rallybíl þá jeppi náttúrulega þá fór hann út í sjóin sko Það er enda crazy, sko. það er crazy það er svona eftirminnilegasta Manual eða sjálfskiptur? manjól allan daginn Ok, ég ætla að breyta ég fíla bæði skipt. ég fíla sko daily sem mútu keyra í umferðina sjálfskipt beinskipt fyrir allt annað en ef ég þurfti að velja á milli og gefa mér 2 alvegis bíla einnig beinstöðin sjálfsæstur tekja beinstöð alltaf Ok. Hvað íslenski vegur er uppáhalds vegurinn til að keyra fyrir flott útsýni? Þetta er ChatGPT spurningar. fyrir flott útsinni Já. því nesjávallaleiðin en kaplinn sem keyrir framhjá Þingvelli Ok. keyrir framhjá hérna við fjallið og sér útsinni á Þingvelli Ég ætla að lesa þessa orðir rétt. og þegar hún er svo líka fyndin, sko. eiginlega bara vegur út á Dalvík Já, hann er mjög fallur ok, þetta er tilbúin. Þessi er orðir rétt hérna. Ertu meira fyrir klassíska bíla eða nýjustu mótilinn? nýjustu módelin sko, það er eiginlega engin bíl sem var framleittur eftir 2018 sem er fyrst flottur Já. þannig að já, ég myndi þetta að klassiska bíla Þessi er mjög góð hérna. Ef að þú þyrftir að lýsa þér sem bíl, hvaða bílategund værir? Hummer eða eitthvað, ég veit ekki Spengveitur bara sem persónleiki Svo Stína? Þetta er geggjað. Hérna, bara sem persónleiki þá Já. þetta er erfitt maður við skoðum mér finnst. Það væri svona GMC. herðu, bara ég má gera svona fat jokes sko, ekki þú Helviti, ég fann. Nei, shit maður, þetta er erfitt sem bara svona útlýslega eða bara persónlega Þú veist, á ég að spyrja ChatGPT hvort hann var að meina bara Fiat Multipla, þetta mökk ljótur nei, jú Hvaða Ég veit mótorsport myndi þig langa mest hvaða mótorsport viðburð langar þig mest að sjá í eigin persónu? þetta er erfitt það er listi sko Þetta er mest. Það mest þýðir toppurinn. formúlan á Spa Ok. Hvaða bíl myndir aldrei keyra jafnvel þó þú fengir hann frítt? Þú aldrei keyra Mm. Þú ekki fengið hann frítt Tesla Nei. Jú, Þetta er tjók. ég myndi selja hana eða má ég ekki selja hana? Nei. Þú bara þú myndir ekki keyra hann jafnvel þó þér er gefið þennan bíl. Þú bara þyrftir að eiga hann. Eitthvað time limit hvernig má selja hana? Aldrei Aldrei. sem myndi ekki keyra Fokk maður, þetta er erfitt Jú, Toyota Previa Manstu Previa Já. sem var hérna Sjömannabílarnir. sjömannabílinn en ekki gamli sem er cool, svona space vagon eitthvað þannig að sem var með á 2006-7 Já. 8 Previa Langir. já, með ljósa framann þetta er svo ljótt maður ég bara Toyota Sko ég veit ekki alveg hvernig maður myndi svara þessari spurningu en þú veist mögulega hver er þín uppáhalds bílalykt? Er einhver bíl, einhver sérstakur bílailmur? svona tré spjald Black Ice. Já, eitthvað þannig. Ég er með 8 tegundir af Dragonfly í svona spjöldum þannig að veldu við. Nei, tjók. sko, ég veit í þetta er til í spjaldi en þetta er líka til í svona trukkarinn sko, ég ætla að var í það smá stund þannig að rauði hérna Cherry Poppy þeir sem vita Já, Bara- já. Batti, hérna, þegar ég kefti bílun af Batta, Fordin
þá var hann með rautt cherry pop í hérna svona spjald. Já, Hann var alltaf trucker, þannig að hann þannig að er það í finnur, þessu. þannig að þetta er svona minning kannski líka. Já, ég er bara tímaður að kaupa það og eti það, mér finnst allt dýrt. Ef þú mætti breyta einu bíla menningu á Íslandi, hvað myndir þú breyta? Ég myndi, þetta ekki verið smá hot take. Það við erum alltaf búin að tala allt svona spól og svona kjaftaði. Sem myndi breyta að fólk verði ekki svona deilt eftir tegundum. Sérðu hvað ég meina? Þá Mustang gæðinir, þeir eru bara alltaf hérna. Já. Svo eru BMW-kallin, þeir eru alltaf hérna, sko. Svo eru hérna Subaru og kallin hérna megin. Svo eru hérna Ford-bíla kallin hérna megin og svo eru þessi hérna megin. Svo kvartmýluklúbb skæðinir, þeir eru ekkert mikið með Ford-bílana og auðvitað, skilur. Já. Það er Ford-bílaklúbburinn, hann vil bara runda og ekki spyrna og auðvitað. Já, nú vilt meiri samheld yfir. Já, svo Mustang-kallinni, þeir vilja bara sjá Mustang, sko. Þetta er ekki endilega svona, það myndir fólk, skilur, beint, ef þú myndir spyrja einhvern, það myndir alveg að segja að þetta er kúl bíl, en þeir blandast ekki mikið. Nei. Skilur, þú sér það ekki, skilur hvað ég meina? Eins og í sumar, ég er alltaf bullandi benskall, en ég á engin bens. Og hérna, ekki lengur. Nei, það var náttúrulega ekkert bensin sem mátti að sjá, sko. Þetta var bara winterbítur. Og hérna, en já, engan ekta bens, skilur, svona flottan sem ég er stoltur af, eins og maður segir. Já. Hérna, ég mætti samt á benshitting. Þannig að bensklúbburinn. Ég mætti líka á BMW-hittingin sem var á Fordinum og ég lagði bara smá í burtu og ég er engin risa BMW aðdáandi, en mér finnst flott að sjá einhvern M-tæki, ég elska þrjá og svona, skilur, þetta var bara dýrkað á og hann mætti ég bara því mér langar að sjá þessa bíla. Þótt ég sé engin eitthvað BMW-gúrú, skilur, þá elska ég samt þessa bíla. En svo ég er að spá í sumar að fara á BMW-safnið, gera mig auka leið. Ég er ekki BMW-kall. Nei, bara til að sjá það. Ég elska alla bíla. Það er það sem mér finnst vera svolítið og mér finnst það vanta svolítið, finnst mér. Síðan það hvaða bíla kvikmynd eða bíla sena úr kvikmynd finnst þér bara eitthvað ógleymanleg? Ógleymanleg? Ég fatt að þetta eru miklu fleiri en 10, sko. Alltaf nei. Ég mun aldrei gleyma þegar ég fór í Maxsalnum í Smárabíó. Það er nýlega, sko, á Ford vs Ferrari. Og þeir sem hafa hort á hana opnunar senan. Það sem manna, þú sérst eins og í bíó. Já. Í Maxsalnum, það er svo svaka hljóðkerfi. Það er ógeðslega gott hljóð og ógeðslega mikil hávaði, sko. Þetta er svo yfirgnæfandi, sko. Og þá, þeir sem hafa hort þessa mynd, þá byrjar myndin þannig að það kemur bara svaka hávaði í mótor, bara svona vélarhljóð. Það kemur bara hérna sín, það er svona opnast hjálminn, þá er hann alltaf með hjálminnan á gleraugun svona, þetta alltaf gerist langt síðan, skilur, að keppa í Le Mans 24 tíma keppnina á gamlum Aston Martin og svo sena, bara hljóðið í bílnum og þannig að skiptum gíra, þetta er svo mekanist, þannig að gaman bíl og hljóðið í rigninguna og svo kviknar í bílinn og kviknar í hann og eitthvað og bara ég held að allir svona sem hafa raunverulega ég skal segja þetta bara núna, það er margir sem eru svona bílakallar sem eru ekki í rauninni bílakallar. Skilur við, kannski finnst einhver BMW töff eða einhver Benz töff eða Audi töff kaupum bara þína flottur, mæta á nokkra hittinga og svo þegar þið eldast þá eru þið bara ok, það hættir þessu, skilur við. En ég tala ekta bílafólk sem ég kalla ekta bílafólk sem fá tilfinningar frá bíla, frá hljóðið, frá tilfinningur að keyra, skilur við. Þetta er ólýsanlegt. Annarkvort þeir sem skilja þetta þeir skilja þetta, þeir sem skilja ekki, þeir skilja ekki. If you know it, you know it. If you don't know, you don't know, skilur við. Akkurat. En já, opnunar senan Ford vs Ferrari, það var maður að fara að horfa það eftir, ég fór á hann í bíó, sko, ég bara man ekkert eftir þessu atriði, sko. Mér finnst, ef þú elskar bíla, elskar hljóðið sem bílar gera frá sér og allt í kringum þá, allt mekanist, þessi mynd er sennilega besta bílamynd ever. Þetta er geggjuð mynd. Já. Ég elska þessa mynd, sko. Gott sjátt, ég þarf að fara að kíkja á þessa mynd aftur. Þú verður að vera með svona geggjuð hljóðkerfi. Já. Með góðan bassa, þess að heyra alltaf í hljóðið í bílum, sko. Hvaða bílategund finnst þér algjörlega vanmetin og mætti fá meiri athygli? Bara in general.
Úff. Þá vil ég ekki hýra Fiat Multipla. Nei. Almennt svona í bílaheiminum, Mhm. Skoda, sem Ok. þetta eru bara mjög góðir bara bílar, ég er Mhm. á Skóti sjálfur, bara, þetta er þægilegustu bílar fyrir peningin, Mhm. þú veist, fyrir sama pening, Skoda er alltaf miljónsinnum þægilegri, hljóðlátari og fyrir betur með mann heldur en nokkuð tíman eitthvað Japan þræ, sorry ég bara að segja strax, Mazda, Toyota, þetta er allt bara ógeðslega óþægilegt og hast og mjög háaði með Skótu sko. Já. Fyrir hvað þú borgar fyrir hana, Já, já. og ef þú fer vel með Skótu skiptur alltaf einn tíma og svona, þú veist, þeir duga bara endurist, það er ástæða af hverju taxanir voru alltaf á Benz og eru núna að Skóda, Já. en fyrir ofmetnast svona, mest að underrated, sér það Já, bara svona vannmetin. vannmetnast, já, en vannmetnasta, ég er svolítið bæjast til það, vannmetnasta bílategund á Íslandi finnst mér er evrópskur Ford, ég á svoleiðis bíl náttúrulega. Evrópskur Ford. Já, ekki sem Mustang, þetta er alltaf, Mhm. þetta er, mér finnst ofmetið en alltaf leið. En veist, evrópskir Fordar, Já. gamlir, sérstaklega gamlir og nýlegir, svona sport Ford típur, svo gamli Escort, Cosworth, Mhm. og það er engjöld, Sierra Cosworth, þeir sem vita hvað er að tala um, þetta eru geggjaði bílar, Mhm. það voru styrlaði bílar á sínum tíma. Þú kannski fengið þessu í gamla daga, 90s, Escort Cosworth, það var bíl sem kostaði tvöfalt meira en venjulega Escort, það sjálfsögðu þetta Cosworth, með 300 hestöfl, Mhm. þá sko, sem var mikið, það var bíl sem var jafn fljótur upp í 100 og Ferrari Testarossa sko, og hann var með Ford-merki Já, já. og gatt svona venjulegur verkamaður sparað og keypt hann Akkurat. og líka bara í dag sko, bara þeir sem hafa keyrt svona bíla eru bara, eins og ég er náttúrulega svolítið bæjast sko, en ég hef keyrt RS Focus, ég hef líka keyrt sem er náttúrulega betri típan af mínum, Mhm. ég hef keyrt Golf R, Golf R er geggjaður, ógeðslega mikið kraftur, bara fáránlegur, en hann er svo fínn finnst mér, Mhm. skilur, hann er svo vel einangraður, sem er náttúrulega, sem er gott sko, hann er betri bíl, Já, betri já. einangraður, þægilegri fjöður og allt það, en sem aksturstæki, svona, Já. til að upplifa, mér finnst Fordin miklu betri, stýrið er með allt öðruvísi svona feeling, og finnur allt miklu meira, hann er meira háaði, hann er hastari að sjálfsögðu, hann er miklu meiri tilfinning, Mhm. það er miklu skemmtilegar að vera á 100 km hraða í einhverjum svona, í beygju á Ford, Lemmis, Focus, RS eða ST finnst mér, heldur en Golf R GT. Ok. Þetta er bara mitt álit Þetta er bara allt þitt álit, sko. og þeir sem hafa aldrei pröfað þetta mæli með sko, það er eitthvað við, ef þú horfir á svona bíla á svona review skilur á YouTube og svona, sérstaklega í Breitlandi, þeir eru mjög mikið í Breitlandi og í Þýskalandi, Mhm. segja allir bara stýris tilfinningin í Ford er bara eitthvað annað sko, sama með BMF líka, Mhm. BMF líka hefur alltaf verið mjög gott stýris feedback. Síðan er hvaða bíla eða motorsport viðburður á Íslandi finnst þér skemmtilegastur? Skemmtilegastur örugglega upp á stemninguna að gera og allt er guttuspilnun á Akureyri. Mhm. Það er bara að því að bílaði bíldar, það er geggjur stemning, risa svona krát og líka torfæran á Akureyri. Mér finnst það skemmtilegast torfæran á árinu. Það Ok. er mótul torfæran á Akureyri. Ok. Ef þú getur hannað inn ein bíl núna, hvaða bíl myndir svona líkjónum mest eftir? Bara 2026, bara núna, byrjun á 2026, ert þú að fara að gefa út bíl og þú ert að fara að nota eitthvað body af einhverjum bíl sem er búin að vera til, nema það verið bara nýr bíl. Þetta er eitthvað svaka spurningar. Ég myndi nota body, ég myndi nota bara því að það er náttúrulega að vera smá svona ennþá modern, þannig að það var svona smá relevant. Þú veist, þú mátt nota hvaða body sem er, en þetta yrði bara nýr bíl, skilur Já. hjólabúnaður og tölvu drasl og allt það, nema þú mætti fara eftir body af hvaða bíl sem er. Já, svona eins og restomót, svona. Bara basically, skilur. Er það ChatGPT sem kom með þessa hugmyndir eða? Eða þú? Já, ég breytti þess aðeins. Sæll, þetta er eitthvað svona heimsbyggin maður. Þetta er erfitt. Ég þarf að vera með hálsflagnaði fyrir þetta.
Það verður að vera Benz. Ok. Ég sem ekki Benz-kall. Annað hvort 2.124 Coupe eða R129 sem sagt SL 90s SL Benz Bara með öllu nýju þá, þú veist, Já. með því bóti. eða 2.524 E-klass. Ok. Þetta ég fannst það milli þessa tvo. Bara að gera báða, fuck it. Hvað er uppáhaldslægið þitt til að rúnda eða hlusta og þú ert að keyra akkurat núna? Cosmic Girl með Jamorkay. Þeir sem vita hvað það er. Ég veit ekki Þetta- hvað er, en allir geta núna að fara að tjekka á því. bara Cosmic Girl. Ef þið horfið á, sko, YouTube myndbandið. Þeir sem vilja, farið inn á, eftir að þátt, farið á YouTube, skrifið bara Cosmic Girl music video. Cosmic Girl music video. Ég ætla að setja bara hana Já, undir. Ok. þetta er svo cool music video að því að þessi gaur er bullandi bílakall. Ok. Hann á svona, sem er svona JK, sem er söngvarinn í Jamorkay. Hann er bullandi bílagur. Hann er með risa svona Ford, Ferrari, sko, safn og allt, sko. Það er nóg pening. Og hann var í viðtali á Top Gear langt síðan, sem ég horfði á. Langt síðan líka. Og hérna, hann er risa bílakall. Og þetta vídeo er bara þeir, bara hann og nokkur félagar hans, á einhverjum svona fjallveg á Spáni, að mökka á Ferrari og Lamborghini Diablo og eitthvað, SV, svona fjólubláðan. Allt vídeoð er hann bara að syngja, svona lip-synging bara, Já. að mökka ekki um fjallveg á Lamborghini. Ok, það er endur Og hella. þetta er mesta töff music video finnst mér. Þetta er mjög svona 90s, svona Já. early, svona smá, að búið að spóla þetta upp, sem að gera eins og þetta gera mjög hraðar, sko. Það er smá hljóð í mótorunum sem þú heyrir á og til. Og þetta eru bara bókslega bara nokkri kallar, eða nokkri gæjar, bara að rúnda á svona 90s supercars. Þetta er bara geggjað, sko. Hljóma næs. Bara bókslega, hann sagði í viðtali að þegar þið voru að plana að gera þetta music-vídeó, þá bara gera hann það sem honum finnst skemmtilegast. Já. Keyra einhverja flotta bíla og einhverja geggjaðan veg. Og hann gerir það bara. Það er ekki það þitt. Bara, ég elska það. Ein bara rosa stutt, ef þú þyrftir að velja einn bílaframleganda sem uppáhalds. Bara yfir allt. Já. Porsche. Ok. Hvaða bíl finnst þér vera tákn 100% luxus? Bara, hvaða bíl myndir þú velja ef það væri verið að tala bara við þurfum einhvern luxusbíl? Sko, sem merki gegnum söguna, bara svona, gegnum söguna þá er það Benz. Það er að ekki lengur Benz er svolítið búið að svona fjara út svolítið, þetta er svolítið svona basic bílar margir en gamalt, sérstaklega, bara gamalt Benz er bara, fyrir mig, bara táknum luxus. Bara þetta nafn, bara Mercedes-Benz, það er bara, Þeir hafa verið svolítið þar. veist, þú hlustar á öll lög líka, bara Dolly Parton maður, veist, would you buy me a Mercedes-Benz? Svo alltaf hana öll rapplög frá 90s eins og 50 Cent og eitthvað, þá segja alltaf bara, þeir nefna alltaf Benz, það er aldrei nefna að nefna að skilja eitthvað annað, Nei, það er einhvern veginn alltaf það. það er bara Mercedes. Ef þú mætti velja þér einn klassískan bíl núna til þess að fara í uppgerð á, bara til þess að taka og gera upp, Já. hvaða bíl myndir þú fara í? 190 Benz, 2,3 16 ventla, Cosworth. Ok, þú varst ekki Þetta er bara, lengi nei, svona því að ég er búin að leita á svona bíl með lengi og ég á að gefa mér hann. Nei. Og núna er verið að breyta tollalögum, þannig að eftir áramót það verður ennþá vera. En mér langar að koma með svona kannski bíl úti það, því að það geti verið að ég geti keypt svona bíl úti og geimt hann úti í framtíðan einhvern tímann og nota hann bara þá þegar ég fer út. Ok. Já, alltaf það eins og ég var alltaf slefandi yfir þarna bílnars Lins, hefur þú séð Já, bláa? ljósblái. Hann var á Lois ljósanótt. Já, þeir sem hafa séð hann bíl, hann er á ljósnóta vídeóinu. Já, hérna á Lois, þeir sem er ekki búin að sjá það að horfa á ljósnóta vídeó. Þetta er sturlaður bíl. Ég persónulega myndi aldrei hafa hann bláan, ég myndi alltaf bara mála á svartana því ég er svo purist, skilur við, það var þetta bara svart, þeir voru bara framöndir svartir. Hérna Evo bílunir, þeir er með Evo kit, en alveg sama, bara þessi bíl er meiri segið þennan lit. Hann er bara, ef hann er að hlusta, þetta er sturlaður bíl, þetta er
Mínum að þetta er flottasti bíl á landinu Svona flottasti breyti bíl á landinu Það er þessi bíl Sumir kannski sem sjá þetta Þeir áttu sig ekki á því hversu erfitt þetta er Hversu dýrt þetta kit er Og hversu mikil vinna fór í Að setja hana mótor í það bíl Hann er alltaf með LS sko Já, já. LS, sko, VAF 8 Yfir höfuð Passar ekki í 190e body Nema hjá honum, hann leta passa Skilur þetta var risa vinna Já, já. Þannig að veist, þetta er flottasti að mínum mati og bara já, ég myndi alltaf ef ég þetta gera upp bíl þá var það þessi Ok, það hljómar alveg næst sko. Já. Sko, þessi spurning er eiginlega alveg bara bullshit en ég ætla bara einhvern veginn að Við koma erum að pröfa ekki þetta Við erum að pröfa Já. ekki þetta Það segir nefnilega sko, hún segir hérna eiginlega sko ef þú mætti taka eitt bíl í tímavél og pröfa hann í fortíð eða framtíð, hvaða bíl myndir velja? Ó. Já, þetta er reyndar alltaf næg Þú, bara þegar hann er nýr Já, sko, segir nefnilega þú veist hvaða bíl myndir taka í tímavél og prófa hann í fortíð og framtíð. Ég myndi frekar sko, Þegar við erum að tala um það að þú myndir vilja fara tilbaka í tíman já, ég myndi frekar bílinn segja, kom nýr og kera þá já, ég myndi frekar segja þú veist, þú að fara í tímavél Já, annarkvort áfram og prófa einhvern bíl sem þú vilt að sé framleitur eða tilbaka og prófa einhvern, já, þegar hann var framleitur. Ég myndi vilja fara tilbaka og pröfa og keira þá þegar hann kom út Það er svolítið skítið að ég er ekki mikið með afkall en þegar E65 kom út Ok, beinskiptur já, þannig að ég held að á þeim tíma þegar sábíl kom út þá bara VAF 10 í fjölstubíl það hefur örugglega verið svag og hljóðið í þessu er alltaf fárlegt ég held að eins og þessi spurning hljómar að það moment já, þegar já. þessi bíl kom út hefði verið svakalegur þannig já, ég myndi segja Þetta voru svolítið svona erfiða spurningar hjá chattaranum. það Nei? ekki ef þú ert með allt þetta á hreinu Nei, og veist hvað þú vilt djúpar sko. já, margar eru bara what the fuck sko. Við getum alveg tekið eina svona hérna úr spurningunum hans Kela og Steppa og og þú bara ræður þú ert með hvort myndir aldrei aftur mega verið í skóm eða alltaf vera með leikandi hór. leikandi hór Já, að því ég er allan vetur ég er alltaf með hórum veturinn og ég vinn úti þannig ég er alltaf labbað með tissue já. þannig að það er easy Nei, ég held að þetta hefur verið frekar fína spurningar og verður örugglega gaman að vinna úr frá þeim svona það er margar og langt við Já, ég er alveg þær voru alveg 15 sko já eða 18. en mjög mikið góða spurningum Já, þannig að færu þau svolítið vel út úr karakterinn já, og þannig sér getum við strax hvað fólk fílar og hvað fólk fílar ekki Þannig getum við líka svona verið konum með smá svona beinagrind á bara spurningar sem við getum gert almennt bara yfir þættina sko og við náttúrulega erum með læna fleiri gestir þetta er góða spurningar fyrir fólk til að dæma mann út frá hljómar illa en Þú veist að þú veist, ef þú svörum með allar þessar spurningar þá er alltaf þá myndi sennilega alltaf vera smá eins og hjá mér, það er smá pattern það er smá svona hvernig segir maður þetta pattern smá svona Munstur munstur það er smá svona munstur í öll svörin þau líkast alltaf eitthvað Já, já, af því það er þú já, En þá er líka svo gaman ef að við reynum að byggja svona út frá þessari beinagrind einhverju spurningar og svo erum við alltaf með þær sömu spurningar af því það er, ég fekk einmitt feedback með það að ef að við erum með sömu spurningar alltaf þegar gestirnir eru svo gaman að sjá hvernig misjöfn svörin verða fyrir sömu spurningum skilur við út frá hvernig karakter manneskjan er sko. en við þurfum svo að vera með 2-3 ár í botnin sem eru special Já, já, það er fólk mun kannski ef þeir vita þeir eru kominga þá myndir þeir horfa og gerast tilbúna þurfum að henda svona smá curveball Já, það er samt smá bara svona fínt ef þeir surprise í eru- endanum Já, já, en þú veist það er alveg fínt að þeir eru samt tilbúinni líka með svör af því þá fáum við það er mikið af þessu skilur útpælt svör já. svona hvað Það er eins og til dæmis með að ef þú mættir gera glænjan bíl núna úr einhverju body þú veist það
þetta eru mörg miljón body sem þú getur verið að hugsa og þá þurfa bara að svara þessu eitt fyrir og bingo. Já, ég menna, veist, ef þú myndir spyrja mig, ef þú myndir gefa mér tíma að hugsa, kannski myndi ég gefa annars svar. Já, En svona, það sem þetta er hug strax, Já, bara já. núna á þessum tíma, þá var það sem ég sagði. Þannig að, já, við grunum að BMF verður mjög sterkur í þetta. já. Þetta er bara, kannski, stretta þessu því, þú ert alltaf sem ekki BMF-kall. Geturðu- Eitthvað. Já, eitthvað. Ég fór heimtíðin, sko, það er glerskápur sem er bara svona BMF, svona worshipping shrine. Já, Það er sko, það er allt BMF. Þú ættir að fara að mála svona rendur, M-rendur á skápin. já. Setja límið það bara. Já. Þú ættir að fá þér svona og þú ættir með svo marga mótor heima. Þetta áttu ekki einhver, inn í skúr, getur ekki tekið einhver mótor í sundur sem er með ónýnda blokka eða eitthvað. Smíða svona borð, eins og toppjúða með. Já, Ég ég er hef alltaf séð langað þetta, sko. Mér er alltaf langað að gera svona. Mér hefur alveg langað að gera þetta líka, svo hugsa ég alltaf þetta verður bara ljótt og safnar ríki. Nei. Jú, reyndar. Nei, eða gler yfir það. Já, Skilur það alltaf, það fyrir ekki það mikið rík. nei, ef að smíða svona heima þér. Mér döðlangur í svona. Já, Ég veit ekki hvort að konan væri sátt. Ég er með betur hugmynd. já, Veistu hver það borð myndi vera? út í skúr. Nei. Hér, Hérna. hvað heldur við værum hérna að ganga frá bara með massífa blokk með Heyrðu, stilpilstöngum? Herðu, voru að dream big. Þessi gæði, sko. Herðu, pældi í því hvar við byrjuðum núna. Já, Strákar, pæla aðeins í þessu. Hvar við byrjuðum núna, fyrir 8 mánuðum síðan, og hvar við erum núna. já. Þannig, til lok næsta árs, ég meina, ég bara vil vera með stúdíó og fast stúdíó og þetta á bara að vera almennilegt. Já, Þá er ekkert mál að hafa borðið tilbúið. það er allt í lagi. Upplýst. Við getum haft það blátt, hvítt og rautt. BMF, Já, litirnir. Þá verður þú sáttur. já. Það verður ekki eðalega þungt borð. Það er bara cool. Það verður bara sett þarna og Við þurfum að- neitt. Við erum að græja álblokk með álstimplu. Nei. Við erum M57, stálblokk, ironblokk. Við erum að fá M60. Þetta verður að vera vaff. Á ekki Ólfur einhverju bílu? Jú, hann á eitthvað. Einhver ónýnda blokk? Ekki ónýttan, en hann á eitthvað. Já, því að M57 bílar aldrei. Þannig að það er ekki til ónýtt. Nei. Þetta er orðið eitthvað æðið maður. M57 í sig. Já. Það er bara, þetta er allir bara M57 sopa heiminn, sko. Ég held að eftir nokkur ár það verður ekki til patrón landurinn sem er ekki með M57. Nei. Örgulega ekki. Sem bara sniðut. Mjög svo töff. Örgulega ekki. Ólfur er að selja sinn, svona það. En Gekkjaði bíl. ég er með samt eina spurningu sem ég var með svona skráða að ég ætla að spyrja þig. Þetta er eitthvað, núna verður ég tíkna á teppi. Það er spyrjað, Örugglega. af hverju vælur þú svona mikið? Nei. Hvað er svona eftirminnilegasta umræðan okkar í Shift Happens? Umræðan eða bara svona gestur? Já, bara bæði. Bara þú veist. Bara allur þátturinn með Birki. Já, Það var skemmtilegast þátturinn finnst mér. ok. Bara ógeðslega skemmtilega sögur. Bara allt, bara mjög gaman. Mér held að sé, er þetta kannski mest viewed þátturinn hjá okkur? Nei. Er það? Það er mest. Já. Hanna Birkir á þennan inni, sko. Mhm. Það er mest viewed þátturinn hjá okkur. Já, En það mér fannst hann skemmtilegastur. Við þurfum eiginlega að fá hann aftur í tíma. já. Það er Þurfum bara mjög eiginlega næs. að fá hann aftur í sumar. Þú varst líka alltaf bara brosandi. Af því, sko, ég enda, þessi þáttur að breytast í Birkir Gleis. Við séum Já. bara að tala um hann, en það, þú veist, ég dýr ekki þess að jákvæður hann er. Hann er svo glaður og jákvæður og allt bara geggjað og hann veit hvað hann fílar. Mhm. Skilur, hann átt að BMF maður bara dauðans og En samt einhvern veginn svona búin að færa sig yfir í jeppa á eitthvað hannig. já, þú veist, þú ætti ekki að vera bara í jeppa, skilur. Hann sko, ef BMF myndi framleiða jeppa á hásingar þá væri hann þar, sko. Það er bara BMF eru aldrei framleiða jeppa á hásingar. Bara 100% sko. Þannig að, En þú, Palli, hvað segir þú? Saman spurningu. Ég held að mitt eftirminnilegasta var bara þegar ég kom sem gestur já, í þáttinn. Bara vissi ekkert við hverju ég átt að búast og settist bara í einhvern casting couch hérna í einhverjum skúr og Þú mátt sem þetta ekki segja hvað gerist eftir á, sko.
Nei, það er allt annað. það er á, hérna, fyrir þá Við sem er í sögðum áskrift. við sögðum við þetta er okkar lítið að fjármagna þetta Já, og það er fyrir þá sem er í áskrift. já, hvað er hérna Uh, hvað er hérna einpæling? Partus Partus? Já, hefur ekki séð hana einpæling hann er svona pólitískt hérna svona þávarp hann er alltaf partus.is það er að borga fyrir það Ég veit ekki við gerum það aldrei sko Nei, við erum bara freebies en við erum komið með Patreon Patreon, Yes þið meðist til ykkur 100 kall, yes. getur við kipt okkur fleiri mót? Nei, herðu enn og aftur við ætlum að halda áfram að vera svona þá er alltaf einn aðeins styrkir okkur Já, þá fyrir annarkor dósun í helvítis Hverfur. Já, hverfur önnur dósin. Já. Þá þurfum við að neyðast til að drekka hinn. Nei, við erum alltaf að skipta á milli. Nei, sá sem hérna styrkir okkur þá er bara það geggjað drykkur Mhm, En Palli, spurning Þannig að ég ætla að halda áfram með hana spurninga mhm. Hvað varstu að búast við? Það er þannig að þú varst í gestur sem er gestur skilur. Eiginlega ekki neinu. Ég bjóst við að ég yrði svona hvað ég segja bjóst eiginlega við því að ég yrði svona bara í eins og einhverju getur betur eða eitthvað. Það yrði bara verið að dæla á mig spurningum sem ég þyrfti að svara. Bara já, nei Já, nei, bara, þú veist, já, mér finnst þetta og hitt og svona og Já, þetta var stíft Já, og það sem kom mér mest á óvart var hversu þægilegt þetta var að koma bara, spjalla segja bara það sem mér finnst, það er enginn sem dæmir það og hérna Jú, ég dæmi það sko Ég bara já, Nei, ég er að tjóka Nei, og já, þú veist, bara einmitt þetta var bara svo auðvelt að tala og auðvelt að tala um Mílan og það er eiginlega svona það sem að ég ástæðan okkur ég er í ennþá sko af því að þetta bara einhvern veginn svona það er bara svona næs Já, og hann byrst að segja hann ennþá því við erum ekki rasshausar já, eiginlega sko Náttúrulega, við erum náttúrulega að vera vennilegir gæjar og Mhm. Ég segi, ég bjóst ekki við að það myndi duga meira en 2 mánuði að gera það sko Nei, bara við séum ennþá það er bara geggjað það er svona það sem að ég er alltaf að reyna að gera þegar við fáum gest er að láta þeim líða svona bara eins og mér leið þegar að ég kom sem gestur Já. bara eins og, þú veist, ég reyni að spyrja og stýra þættinum eitthvað, þú veist, við erum yfirleitt búin að skrifa svona eitthvað aðeins niður Það stærðist aldrei það stæðist Það aldrei, stendur. af því við endum alltaf bara í spjalli Það plan virkar aldrei hjá okkur og hérna, sem er mjög næs já, sem Já. er mjög næs af því Við að erum alltaf þá að ekki svo gera skipt svona og þétt. Við erum alltaf að gera svona Svo bara Svo eftir svona 10 mínútur þá er allt Það bara, þá sé ég Palla að vera miljón í töluna að breyta allt Ég bara Allt farið En hakki það er líka ástæðan fyrir því að þættirnir okkar eru til dæmis aldrei jafn langir af því við erum ekki bara eitthvað, herru, ok, næsti liður Nei. þú veist, við erum bara að koma inn til þess að tala við höfum áhuga á sama hlutnum og við erum bara að koma til að heyra sögur frá öðrum sem er í sama og við erum að gera Já, ég meina En við Ef þú skoðar aðeins Skulum segja ferilinn Í árið Þetta er búið að vera svolítið vel blandað Búin að vera með drift í þetta Við erum búin að vera með 2 hérna sem eru í spyrnu Birkir náttúrulega er í öllu sko Bara hvað er hann ekki í Tölum jeppa og Við erum svona búin að snerta vart Hvað vandrar ekki lengur í torfæruna Já, Þess að klára hringinn Og einhverjir rallybistar Simmi náttúrulega tók hellingstal tófærina því að hann er náttúrulega í pittinum þar Já fyrir hérna, eða sérst í serviceliðinu fyrir Grím en við hefum svo sem ekki fengið eitthvað sem að er að keyra í tófærinni Nei, þetta er ekki eitt sem við tölum náttúrulega þegar við byrjum þetta Það eru hann að keppniskastið Sjátt á Eva Kallaði mig hérna Lil Whiskey, nei einhverju af þeim Manni ekki hvað það var Já, Lil Whiskey Það var ógæslega fyndið sko Hérna Allir að senda Ég hlusta ekki á þetta podcast sko eins og ég hlusta ekki á neina podcast En ég fekk þetta sendt bara Frá einhverjum félagi mínum Bara springhlægjandi að ég bara, hvað er það? Bara, já, spólaði bara hérna í þessa mínútu ég bara, hvað er þetta? Og hérna, ég held að þeim leiði svolítið illa að segja þetta svona illa en þegar afsökuðu sér eftir á skilur ég fannst þetta bara ógeðslega fyndið sko Já, ég þá fekk var byrjuð allir að var ég að endurskýrður Lil Whiskey í grúpchatið Ég fekk Eða bara að senda þessa klippu já, bara small klippu af þeim segja að reyna að segja En nafnið þitt þetta er svo skipt skilur það er út með torfærukastið sem er náttúrulega sem ég veit af með
hvað er ekki, pitturinn sem Pitturinn. er formúlu, Já. svo ertu með keppniskasti sem er kvartmílaðast keppni. Við Við erum að reyna að vera svona, Þú allt ólíkt. sagðir ekki keppniskastið tvisvar, eða? við öruglega, ég veit ekki meiri podcast, Nei. en við erum að reyna að vera svona í öllu, svona bland í póka. Þannig að ef þetta er á hjólum og framleiðir háa, sérstaklega hálfa, ekki rammarspíladrasl, hérna, þá höfum við áhuga á því. Akkurat. Þannig að hérna, En já, ég vil bara einmitt passa að ég vil þakka öllum sem hafa komið sem gestir hérna, þó við höfum talað upp á þannig, kannski þakka þeim ekki alveg fyrir. já, það er alltaf fyrir að koma sem þrælar. Já, þetta Því er að bara að sjálfboðaliðar- fá að heyra, skilur við, bara auðvitað sjálfbóðlegar til þess að tala í einhverju svona og það er bara þannig á þessu litla landi, það er ekki peningar í svona einhverju podcastóti, sko. Nei, það er ekki peningur. Að hérna, En hérna, ef einhver er að hlusta á þetta og langar að fara í podcast, já, þá hérna, sendi okkur línu. bara senda okkur línu og bara hérna, bara ekki hika. Við ætlum að reyna að vera duglegri að fá gesti og við náttúrulega erum með líka bara einmitt, þó að þið þekkju okkur ekki neitt við höfum náttúrulega verið með eitthvað gestum sem við þekkjum og það er náttúrulega bara út af því að við höfum verið bara einhvern veginn að koma okkur fyrir og finna staðsetningu og eitthvað svoleiðis og höfum bara verið svona last minute senda á þá sem við þekkjum svona, heyrðu, getur þú komið á morgun, Já, skilur? þetta er eins og með Simma, það var best. Við mættum hann upp í skúr hjá ADHD að setja upp og við ætlum bara að vera ég og þú. Já, Svo var Simmi bara hann eitthvað að krúska einhverja bíla. Ég spurði Simma, vilt þú ekki bara vera með? Hann bara, já, já, akkur ekki. Ég það er bara, ekki. Já, fínt. Geðveikt. Hann bara sást það niður og hann búin að segja við konuna sína held ég, að væri að fara að koma heim ljótlega. Já, Svo 3 tímum setna bara, já, ég enda upp í skúr. akkurat. Bara, ha? Það vera lendi í podcasti. Já, ég bara óvart fór í hlaðvarp. Bara Akkurat. 3 tíma við viðtal. Bara, já, ok. Akkurat. Þetta var gaman. Það var ekki svona að lendi í símdali, sko. Ha? Það var ekki svona eins og hann hefði bara lendið inn í símdali. Þú veist, ég kemur til 10 mínútur. Já, bara hvar varstu? Bara Æ, 3 tímar. Já, bara hvar varstu? Ég kíkti aðeins í podcast. Akkurat. Bara, já, bara svona viðtal. Það var svo lengi, 3 tíma bara. Akkurat. Bara, ha? Nei, við erum svo líbó. Já, já. Hérna, en já, ef einhver hefur, eins og maður segi, eitthvað frásögu færandi úr bíladót og vill koma til okkur og spjalla við okkur, þá býtum við ekki Og bara jafnvel segja okkur frá því ef það er eitthvað sem þeir eru að gera, bara vinni í vetur og langar að segja frá eða sína eða eitthvað. Við höfum verið með pælingu og erum með plan að fara í skúraheimsóknir. Einmitt, það er eitt sem við myndum ekki að byrja núna eftir áramót, vonandi. Fyrir þá sem eru kannski eins og ég og nenni ekki að hlusta á heitt podcast og vilja bara sjá eitthvað aksjón. Já. Það verðum við með þá í podcastin og gera mini-episodes. Gera svona á YouTube, bara svona eins og vlog bara, skilja á YouTube. Og við erum ennþá ekki búin að ákveða hvort við erum með svona pælingu, ég ætla bara að segja þetta bara þá kannski fáum við smá hugmyndir frá fólki. Já. Ég var með svo hugmynd að hafa þetta sko, að við myndum tala íslensku bara á milli okkar, skilur við, eins og við kíkjum til í skúri einhverjum. Já. Og er þetta svona skúri eimsóknir þar sem við erum að sýna bílamenningu á Íslandi. Sjáðu að það við teljum að það séu svo mikið af flottum tækjum og bílum og flottum verkefnum sem eru falnir í skúrum og skemmum og aðstöðum hjá fólki á Íslandi sem enginn fara að sjá aldrei. Nei. Sem væri gaman að sína. Það er miklu meiri bílamenning á Íslandi en fólk maður ekki gera sér grein fyrir. Og það leynist alls konar í skúrum allt. Og pælingin okkar var þá að hafa þetta sem sagt á ensku. Ok. Það sem að ég og þú eða eitthvað myndum tala við til myndavélina á til ensku til að útskýra hvað í gangi og svona og hafa þá íslenska texta eins og Night Ride til dæmis eru oft í Pólandi og aftur Sheepman hann tala oft ensku bara við myndavélina með ógeðslega mikinn austrískan heim sem bara fyndið og en svo eru þeir alltaf að fíblast af millið sín á þýsku eða austrísku og svo þetta bara texta það virkar svo vel skilur við þá fáum við kannski aðeins meira fólk að fylgjast með það utan. Já, það geta alveg. Það er mjög margir sem eins og sumar. Varstu gæinn sem við hittum inn á hörpuna? Gæinn frá Breitlandi. Vorum eitthvað á rúndinum
og við stoppum með hörpur, þetta var lok sumars bara, haustið var eiginlega komið skít kalt sko, vorum allir rundunum og Ólafur var á græna S14 ég á Fortunum og einhverjum flei Pétur var á Skyline og og það sér það ekkert S14 Silvíu og Skyline á göttun á Íslandi á hverjum degi sko. Nei. Og og við stoppum í hörpuna kemur einhver strákur frá Bretlandi sem á hvítan Fiesta ST sem bara mínútgáfa bílum mínum og hann kom eitthvað og ógeðslega bara oh my god bara hann var frá Bretlandi einhvers þar í Englandi hann var eitthvað veist I didn't know Ireland Ireland já það var Ireland sorry nú er ég krossfestur á öllum Írum í heiminum það er ekki það sama ég veit ok Íri já hann var eitthvað I didn't know you had these kind of cars in Iceland eitthvað hann held að landið var bara fullt af Jarisum og Jimnyum og Dusterum hann bjóst ekkert við þess að Skyline skilur Nei. og þetta hann skilur hann hefur séð allt hann fór á hvað var þetta ekki RMLZ tour og hann út í Írlandum og sjá sko allar svona plóta bíla og hann var svo spenntur að sjá þetta á Íslandi já bjóst ekkert við þetta þannig að hann var bara geggjaður sko þannig að ég held að margir auðvitað myndu vera hissa að sjá hvað mikið hérna á Íslandi Akkurat. Þannig að það er líka frakkir annað sem við hittum sem við skuttlaði upp á braut hann trúði ekki að það væri kvartmíl á Íslandi já og dragsterar og eitthvað bara hún fannst að styrla sko það er alveg þú veist það er fullt af skemmtilegum tækjum hérna sko svo eitt sem margir horfa framhjá á Íslandi sem það er samt bara já við Íslandi erum svo lítil maður og þetta er ómerkilegt og það er miklu flottari bílar úti eins og við talaðum við að gæðar frá Fraklandi sem hittu okkar hann sá nefnilega merkin á framrúðuna vorum á það var opinn dagur hjá Classic Detail í sumar og það voru grillapulsur og krúsirklubnum var það við mættum og hann var búinn að sjá merkið og var búinn að sjá það á Facebook eða Instagram eða eitthvað og kom til okkur og við vorum búin að spjalla við hann og hann sagði sko þetta er ógeðslega spes af því að færðu ógeðslega mikið af Eurobílum mikið af japansku bílum og mjög mikið af amerísku bílum saman oft á svona sýningar og hittinga sem ekki annars staðar hann sagði þú fer á bílasýningu í Fraklandi þetta er allt bara BFR, Benz svo franski bílar, Porsche mjög mikið af þýsku bílum svo það kannski einn og einn svona japanskan Subaru eða eitthvað, Skyline eða eitthvað Honda svo séu þau kannski einn að tvo kannski ameríska já hérna er þetta svona dreifðara já, hérna er þetta svo blanda svo sama eins og í Ameríku það sérðu mjög mikið Japans mjög mikið kannski amerískt en ekki mikið svona Eurobílar hérna eins og hittingin okkar það var bara kannski BMF, Benz svo eitthvað amerískt Akkurat Dodge eða eitthvað svo bara allt í einu komið japanski bílar það er allt mjög blandað þannig að ég held að það sé mikið af fólki sem myndi hafa áhuga að skoða bílamenningu í Íslandi sko já ég allavega ef við hafum eitthvað að sína en svo fólk ekki að mótmæla ef þið viljið hafa þetta bara allt á íslensku og viljið bara gefa skít í þessu útlendinga þá já segjum svona bara endilega láta ykkur vita hvað og ef þið eru skemmtileg projekt þá er gaman að fá að kíkja á þau þannig að það er gott að fá að vita af ykkur ef þið eru með eitthvað og viljið sína já, bara senda ykkur línu og við munum ekkert sína heimlisfangi sko nei, hvað það er sko við bara kíkjum inn og það sem þið viljið sína þið sýnið og það sem þið viljið ekki sína þá bara klippum við út eða slökkum við vélina bara þið ráðu þessu, þetta er ykkar heimilega, ykkar aðstafa eða whatever en ef þið viljið sína fólki hvað er að grúska eins og Palli segir og ef þið eru með einhver flottna bíl sem sést sjaldan og þið viljið sína hann þá bara heyri ykkur við verðum vonandi eftir áramót byrjaðar að fara rundunum og þá líka eins og segir bara sína hvað er í gangi og þeir sem kannski nenni ekki að hlusta á 3 tíma podcast Akkurat það er líka það verður bæði sko geta kíkt á eitthvað svona mini-episodes já ég held að það mun koma á fólki óvart að hvað er mikið af flottum tækjum á landinu sem enginn veit af já, örgulega sko alveg örgulega en talandum eftir áramót, ertu með einhver plön? Verulega bara smá þunnur eða eitthvað, ég veit ekki Já
Bara taka áramót á djám. Nei, ég fæ mér nokkra. Ég ger það alltaf. Ertu meira í djaminu eða springjónum? Ég í springjónum, sko. Já. Ég elska það. Ég kaup alltaf flugelda. Já, ég er sammálaður. Ég kaup alltaf flugelda. En nú spurning. Núna verður annarkvort aflífaður af samfélaginu eða hrósaður. Já. Kaupir þú alltaf að björnarsýttinni? Já og nei. Já. Ég fer alltaf og kaupi fyrir X upphæð hjá björgunarsveitinni Ok. á hverju ári. Ok. Og ég vel eitt svona stærstu tertu eitthvað svoleiðis, þú veist, hjá þeim. Já. Þeir hafa verið svolítið sterkir í þeim sko með þessa kappatertur og þetta dót sko. Já. En ég hef síðan keypt, þú veist, svona einhverja fjölskyldu pakka og eitthvað svona smærra drasl annars staðar. Og ekki bara út af björgunarsveitinni, heldur bara út af tengingum betri verð sko. Já. Og maður eltir svolítið verðið sko líka. Já, það dýrar hjá þeim, sko. Það ekki leyndamál. Já. En maður skilur það líka, þeir náttúrulega fylgja öllum reglum og flytja inn rétt og... Já, náttúrulega hinnir gera það allir líka, en náttúrulega flest allar hinn á flugutasöluna, það bara, þú veist, það eru bara einhverjir nokkri sem að sjá að flytja þetta allt inn og svo er þetta bara salar, sko. Já. En... Ég veist það alltaf við þá, sko, ég veit. Já. Ég kaupi náttúrulega ekki kannski sennilega magnið sem þú kaupir, sko. Þannig... Nei, ég er alltaf, ég veist að, ok, ég skal bara segja, ég alltaf á áramótunum, fyrir áramótunum eitthvað, þá teki 100 áskall hjá björgunarsveitinni. Já. Og það er ástæðan að hverju kaupi ekki hennan kall hann hjá þeim, því að, þú veist, það er eitthvað sem ég tíni bara. En þessi, ég tek... Já, minnast, allur styrkur er góður, sko, ég eða aldrei 100 áskall, sko. Ég segi alltaf að ég verið að reyna að selja mér hennan kall, ég skal kaupa flugvelda hjá okkur fyrir 100 áskall, en ég áttir að týna þessum kalli, bara ég hef ekkert að gera við hann. Þú út á höfuðborgarsvæðinu, þú ert að fara að kíkja út í Mosó. Já, hjá Birki? Já. Ég gerði það ekki, ég ætla að versla í heimabyggð. Það að styrkja björgunarsveitina á Suðurnesjum. Ég er að senda á Birki. Ég senda á hann hvenær hann er að vinna, því ég vil að hann afgreiði mig. Já, ég er að segja það. Ég gerði það ekki, sko. Nei. Ég ætla að verða að styrkja í mínum heimabæ. Þú verður ekki. Jú. Byrju bara Birki um að koma að taka aukavægt þar. Já, ef ég myndi kaupa það Birki ef hann getur lofað mér að sá peningur fer í björgunarsveitina á Suðurnesjum. Hann er náttúrulega þetta er væntanlega að skipta eitthvað niður. Já, hann er í björgunarsveitina í Mosfellsbæ, sko. Nei, maður á að styrkja sína björgunarsveit. Já. Það sem þú ert. Það er mestu líka, við erum ekkert mikið upp á fjall, þannig að ef við festum okkur einhvers staðar, þá er það sennilega bara í næsta nágranni. Þá er það þín björgunarsveitin sækjaði. En sko, það er miklu meiri líkur að ég festi mig upp á fjallin nær Mosó heldur en að ef ég festi mig upp á fjallin nær Akranesi, sko. Já, ég meina, ef það verður einhvern tímann vetur eins og var svona fyrir 2-3 árum, þá getum við að vera fast upp á leiðindu garðinu eða Sandgerði, sko. Já. Það er allt ófært þannig einn vetur. Það er mjög gott. Það er mjög gott að sjófært. Já, þá þarf þetta ekki að fara í vinnu. Jú. Já, ok. Maður bara mætir. Já, þú ert á vinterbíl. Hvað heitir hann? Justy? Nei, hvað heitir hann? Duster. Jimmy? Jimmy? Ég þurfti að selja hann maður. Nú? Já. Hæ? Já, að því mér vandaði pening maður. Það kom upp svona óvænt útgjald hjá okkur og svo vandaði með auka pening fyrir miðana út, náttúrulega. Fyrir bara bátinn. Það kom svona óvænt hjá okkur útgjald. Þannig að þú seldi bílinn til að fara í ferðina sem þú ert búin að vera að tala núna? Nei. Ég átti nóg fyrir hana. Ok. Svo kom annað upp hjá okkur sem ég þurfti að borga fyrir lok desember. Og það var annarkvort selja bílinn eða að taka lán. Og ég selja bílinn alltaf. Skilur, þetta er bara betra bíl. Ég skipti það fyrir einhverja möstu bara pluss penning. Já. En ég er á Mazda 2, það er valla torfæri tæki í sko. Bara Yaris. Það er ekki eitthvað til að rópa húrri yfir í... Nei, þegar þetta var ófæstunni í vinnuna seinast þetta gerðið, sko. Þá við erum með Hiluxana, nýjan Hilux sem er, það var bara 400. Það var einn af okkur sem var á Jeppa sem komst í vinnuna, sem fór svo á vinnubílum á Hiluxin og fór svo á sótaldina. Já. Þannig að... Mjög næs. Það er mjög næs. Svo bara fórum heim í 2 tíma því það var ekkert þess að gera því það var allt... Gáttum mikið svona labb út af tankana því það var svo mikið olía. Svo mikið snjór. Já, ég held að það sé gott. Já, árið er að vera búið.
Djöfull er þetta alltaf fljótt að líða. En búið að vera gaman. En Og ég held að næsta ára verður skemmtilegra. já, ég held að líka. Svona, við erum konum meira á spori með hvernig við ætlum að hafa podcastið og áframhaldandi í kringu það. Já, við erum svona bara á þess að lofa miklu. Já, Það verður hérna þessi Skúri Eimssonir. Við ætlum að reyna að vera duglegir að taka upp Norvel. Ég horfa á þig. Taka upp fleiri vídeo. Ekki búin að vera duglegir að því. Þetta rífið þess að myndaði loftur upp úr snösku. Nú er hann komið með nýja myndavél, skilur og þannig að hann hefur enga afsökun. Hann var alltaf með afsökun að hinn myndavélinn var ekki Getur vídeóvél. ekki núna tekið upp svona cinematic bílavídeó í 8K. Já, Svo getur sínt það bara í smárabíó. við leigjum Laugarásbíó. Já. Við verðum að gera, ef þú með 8K myndavél, þá verður að nota hana. Er ekki Laugarásbíó engar ekki, við hljótum að geta leikt bara salin eða eitthvað. Þú ert hérna með aðstöðu í kringlunni, getur ekki tósaði nokkra strengi og... Já, farið bara í sambíón hérna. Já. Já, Lóis meina, við erum- bílavídeó. Við erum hérna after hours, Við spurning hefðum- að verðurinn hvort þeir megum í ræsa græðina. Er þetta smá eins og documentary? Við hefðum átt að gera það bara Nei, með er það ekki hérna hvaða bíó í bænum er alltaf að sína svona spesmyndir? Bíó Paradís. Já. Já, við þurfum að vera þar. Stuttmynd. Við hefðum þurft að gera það bara með bíladavídeó sem hann gerir síðast. Það var bara bíómynd. Stuttmynd, BMF Spól og Granda. Það var bara Já. Það var bara 10 mínúnda myndband af BMF Spól og Granda í 8K. Já, það er veit. Nei, þetta verður gaman að sjá hvað verður úr. En ég held að allavega ætlum að reyna að passa betur upp á bara podcastin, upp á lengdin á milli þeirra. Það er náttúrulega erfitt þegar það er mikið að Ég myndi ekki vera að lofa einhver hluti Palli sem þú getur ekki staðið. það er náttúrulega erfitt, en sérstaklega líka þegar það dettur í sumatíman, sko. Við skulum reyna okkar besta. Já, Það er okkar lofvörð. Við skulum reyna okkar besta. já, Við lofum ekki neitt. nei. Fáum til að við fáum einhverja styrtilega og fáum á stúdíó og... Sko, stúdíó er ekki það sem að skipta máli, sko. Það er bara hversu mikið er að gera hér. Ég er að reyna að fiska stúdíó. Já. Bara, veist, ef einhver er með... Nei, hérna var alltaf að fiska styrtilega, sko. Nei, Red Bull og Monster. já, ég veit bara að fá atmaður. Getur ekki redda bíat eða eitthvað. Fyrir hvað? Bara Ultimate Driving Pleasure eða eitthvað. Ultimate Driving Machine. Við erum að gleysa svo mikið BMF hérna. Já. Ég held að flestir gestir hjá okkur hafa verið eitthvað mikið hindi BMF. Já. Nema Steppi kannski. Já. Og Eyjólfur. Eyjólfur náttúrulega. Jú, reyndar hann. Það er svo BMF. Eða? Já, En Breki? Hann var hann geggjaðan BMF hérna á station. Jú, hann er að skoða M5 her. Aha. Já, lesavert. Allir. Það er allir BMF. BMF. Það er, sko, veist þú af hverju það er svo mikið svona kolt? Af hverju það er svo, þetta er allstað, þetta er engum alveg hvert þú fer í heiminum, hvort það sé Bandaríkin, Evrópu, Ástralíu, Japan, meira að segja, Ísland, stærsti bílaklúbur á landinu er örgulega BMF í Íslandi. Svona hópur, skilur veistu hvað er við þessa bíla? Bestu bílum mér. Hanna, hóstu með það. Já. Er þetta Ultimate Driving Machine? Þetta er bara lífstíl. Þú kaupið BMF og hann bilar og þú fer að finna út úr í með öllum hinnum sem eru búin að eiga BMF og þið fara að tala um það. Það er svona þjáningabreiður. Já. Það er svona Það er svolítið- United by the pain. Og svo lagar eitthvað og þá er þetta besti bíll í heimi og þú veist, þeir eru geggjaðir, það er ógslag gaman að keyra og ógslag þægilegir og svo bilar eitthvað og þá fer það að þjást með öllum hinnum og fer að spurja á hvernig þeir hafa lent í einhverju og það er bara, ég held það, BMF heimurinn er bara, það er allir svo hjálpsamlegir með vesen sem að hafa verið af því að, þú veist, BMF bilar aldrei, þeir verða bara tímabundið stopp og það er bara misjæft hvað þetta gera til þess að koma þeim aftur að keyra. Er þetta svona svipað og svona þessi blekking sem Toyota eigendur svona Toyota Land Cruiser eigendur lifa í, svona false reality. Hvað er það með þá? Já, Land Cruiser sé alltaf aldrei að bila en samt eru alltaf ónýndir og alltaf ónýndir að spísa og alltaf ónýndir að riði og alltaf ónýndir loftpúðar aftan og Þú veist, það er sem Land Cruiser, sko, þetta er merkilegt við þetta, sko, því ég var á Vestæði sín tíma í smástu, ég var ekki lengi við fengum flest, sko, við fengum oftast Land Cruiser inn
samt bíla er aldrei fárlegt. Já, Svo allir sem er landkrúsir endur nýja alltaf að kaupa nýjan reglulega. En ef þetta er svo góðu bíl sem bílar aldrei, af hverju þetta endur nýjan? já, þetta er bara lúkið. Já, ég meina landkrúsir bílar aldrei nema spísar. Hestakallar Og eitthvað annað. nýja og nýja þegar þeir lúka betur. Já, þetta er bara look, bara status. BMW-in er þannig, sko, það er svo algenga bílanir í honum. Þannig að þú veist, ef að bílinni bilar, þú setur ykkur staðar inn á netið og ert eitthvað að tala um þetta. Það er svo margir sem að lendi í þessu. Það er svo margir að tala um þetta, skilur. Þetta er eitt sem ég teki eftir og ég mæli með þess að kannski pæli ekki því. Ég lendi í einu sem einn gamla vinnufélag. Það var náttúrulega, já, þessu BMW og Benz og alltaf dýri bílar, það var svo Audi og svona. Það er alltaf bílamaður og ekki hægt að laga þetta og það var einhverja Kíu eða eitthvað. Og ég sagði, heyrðu, þá var ég á hérna Touareg þá, svona vinterbítir. Og ég sagði, heyrðu, eitthvað sem bílar í bíli minn, þá Touaregin þá, það er mjög líklegt að ég geti fljótlega googlað eitthvað og það er örugglega einhver staðar í eitthvað svona fórum sem er búin að lenda í þessu líka og veit líklegast vandamálið, skilur, og getur hjálpað með það. Það er engin fórum fyrir Kia sem einhver er búin að grúska í hann með eitthvað algjörð vandamál. Af því að ekki að þeir bíla ekki, að þeir bíla líka, allir bíla. Þetta er bara að það er fólk sem kaupir þessi Kia til dæmis, eru ekkert bílafólk. Nei. Og þeir laga hann aldrei sjálfir og eru aldrei að skrifa inn á fórum. Fara bara með á verstaði, borga fyrir það og fara svo heim. Sem er alltaf sniðut en Já. en þú veist, eins og með gamlan Benz, með gamlan BMW, að svona spes-bílar saman með Fordin minn, skilur, það er ekki mikið upplýsingar fyrir venjulegan Ford sem er bara diesel Ford eða eitthvað, skilur, en leiðu þetta er eitthvað spes-típa saman með Honda til dæmis, leiðu þetta er Type R Honda eða eitthvað, þá er hellingur af fórumpóstum og Facebook síðum af fólki með hauga upplýsingum og ofta kannski léttar að laga eins og segir BMW eða Benz eða Audi eða eitthvað sem er svona mikið af fólki, mikið aðdáðum í heiminum sem eru þá með þá getur nálgast upplýsingar Hvað getur verið að ef hann er eldri, ef hann er nýlegur þá nei sko. já, ef hann er eldri náttúrulega, ef hann er nýlegur þá nei en ef hann er eldri, skilur sem er bíli myndlæmis það er allt, á hverjum degi er einhver með eitthvað vesen inn á þessa grúpu, skilur, þetta er Ford sem er drasl, Ford bílar þannig að það er alltaf einhver að posta inn á þessa grúpu með eitthvað nýtt vandamál eða eitthvað algjörð vandamál þá er alltaf bara einhver sem komment já, þetta Akkurat. Já, ég lendi í þessu, þetta já, ég lendi í þessu, tjekka, skoða þetta bara ekki lista bara þess að skoða, þetta virkar alltaf það er bara hellingur af þjáningabræðum sem hafa lendi í þessu vesenni hafa reddað því og kunni þetta Akkurat. þannig oft er betra, ef þú er bílakall að eiga svona bíl, þótt að sé dýrar að reyka kannski og dýrar varlutur og svona ef þú ert duglegur að gera sjálfur við og ert duglegur að googla og leita mjög getur við fundið bara lagan sjálfur Akkurat. Algjörlega sko. Ég er einmitt þar. Þessi liðsheild á liðinu sko, þú veist. Já. Ef það er ekki BMW á Íslandi, þá er það BMW fórums úti sko. Já. En fórum sko, bara þetta er mest að snild sko. Þegar þetta er bensanana sem maður kert á. Ég veist, ég bara öll svona vandamál sem hefðu verið risa vandamál ef maður myndi ekki vita neitt sko. Og ef þú værir ekki í þessu þá var bara, þetta er bensmaður, svo mikið vesen og fórum við versta eða bara hefning þá bara googlaði það og það var bara einhver gauður sem var með einhverja skítamixlausn á þetta eða sendi link á einhver dasl á eBay sem væri miklu ódýrara og myndi virka líka Akkurat. og bara útskýrði hvernig á að gera það og ég bara gerði það sem að sagði maður að gera og það virkaði laga bara ódýrt sjálfur Já, algjörlega sko. Þetta er bara mjög góð skilaboð Algjörlega. Góð skilaboð Æ, kaupa nýlegan ódýran lítinn Kia eða Toyota eða eitthvað kaupið ykkur 20 ára gamla BMW eða Benz, það er sniðt Já. Nei, bara fyrir það er gaman En ég held að síðasti þáttur Lóis á árinu Já, þetta er bara, er bara að vera búin held ég Shift Happens þáttur 17 Shit maður Næst þegar við hittust þá verður bara komin 2026 Já, þá er ég alltaf krótandi yfir fuck Ertu mikið að kvitta ykkur staða dagsendingar eða? Já, ég vinni alltaf Já, ok Þetta er svipað eins og kannski velstjórar þegar það geta Já. Við erum með svipað bara hverjum degi, þetta bara að kvitta bara allt sem við gerum, þurfum að kvitta það koma aðilar auðan reglulega svona út frá olíufélögin og frá flugfélögin til þess að taka úr út og þetta séum að gera allt rétt
öll tjekk og alla gæðaskoðinu, þetta er svo strangt fyrir flugeldseti sko. Já. Þegar það má ekkert vera í þessu, það má ekkert vera vatn eða sandkorn í þessu, það má ekki sens sko, það var tandurhreint og það er bara verklag frá alltjóða svona flugsamband sem við verðum að fylgja og ef kemur útilæðri, svona gæri utan sem að skoða og við erum ekki með alla pappira á hreinu, þá erum við bögt þá erum við ekki í góðum málum. Þannig að það stendur bara Lil Whiskey og dagsetningar á öllum. Já, það er ekki þau. Þannig ég er bara, þetta er alltaf vandamál eftir áramót. Fyrsta nokkra dagar á vakt, bara, prenta nýtt blað. Mjög gott. Prenta nýtt blað með 9 dagsetningar. Mjög gott. Þannig- Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri í lokin? Bara, þakka alla fyrir að hlusta, aðalega. Þakka alla fyrir að koma. Þakka alla sem hafa verið að deila á Instagram story þegar við gerum nýjan þátt. Það hellinga Og liðjum TikTok maður. fyrir að deila litlu klippunum. Já, við erum reyndar ekki búin að duglega gera það. Já, ég þarf að vera aðeins duglegur að gera þetta. Nei, Já. ég tek það á mig sko, ég þarf að senda þér Já. tímasendingar. Ég tók það að mig og ég gleymdi alltaf að gera það. Já. Við erum svo duglega að skipta á okkur mitt okkar verka. Já, já. Því ég er bara sitt heima því ég er ekki á vakt, horfa á þættina og hérna það er bara þessar 2 þættir sem ég holdt alltaf leið, það var með Birki og með Breg bara með Birki bara með Birki sem við gerum klippur þá bara sendi var ég að drita á honum bara messages, Já, bara já. þessi tími til þessi tími bara gefa honum tímasendingar til þess að velja það er ekki fínt sko en Maður er bara, dulur í því. já, en ég bara þakka alla sem hafa verið að deila þættina og deila á Instagram þannig að það sé alltaf þegar setjum nýja þátt þá setur Norvel í story, Lóis þá er allir bara repost allir að deila sko Já, Sem bara gaman. ég gat ekki deilt í alveg í svolítið langa tíma nei, af því að einhver ástæði blokkaði hann mig í story já, en við fundum út úr því síðast. já, bara þakka alla sem mættu á heitingin í sumar og ef þið mættu ekki á heitingin í sumar bara Það voru fleiri, L sko, Nei. bara big L það voru fleiri þessu 2026. já, Já. það verður fleiri heitingar Mhm. bara heitingar hverja viku nei, Nei. Nei. nei, Ekki við erum með heiting svona reglulega en ekki nóg reglulega að fólk mætir ekki Já. En annars bara taka allir fyrir að hlusta. Lois.is eða viljið styrkja okkur, geti keypt ykkur annarkvort einhvað eða eins og Norvel myndist á hann á Patreon. já, við erum þetta link Já. Getið sett link bara inn á Lois.is. hvað er ekki, minimum donation svona ein kúla Já. Hann lifir í einhverju veruleika hérna. herðu, Ekki getur raunveruleikan. við ekki verið með Lóis kall Lois kall, eins og Já. Björgunsveiti kalli. já, bara hafa bara Norvel svona bobblehead já, bara lítið Norvel Í húlla. Ég meina, það er ekki að minga hann mikið Þau getur sett hann í Skilur svona það? Hawaii-föt. já, hann er aðeins mikið Hawaii kall Húlla hoop. við þurfum að gera svona Lóis drop svona Hawaii theme Já, svona tropical Það væri cool. theme Norvel, hefur þú eitthvað að segja í lokin? ég segi saman sko, ég vil bara þakka fyrir ykkur 2 líka. Þakka hérlega fyrir þetta. og Hilmar Og Og með Hilmar, okkur í byrjunina. Allir sem Allir, er í lóis. allir sem hefur komið. bara allir sem hafa verið með okkur í þessu og bara þakka fyrir árið, þakka fyrir Já. stuðningin og vonandi verður bara meira og verður þetta bara stærra Já. Takk Og fyrir. hlökkum til að sjá okkur á næsta ári. Já. Takk fyrir okkur. takk fyrir okkur, bye At the start of the day, that's when I hear you call my name. No, I can't see your face, but I feel you close. At the start of the day, that's when I hear you call my name. No, I can't see your face, but I feel you close. Don't take this personal. It's not you, it's not you. I just need to get my mind right. Don't take this personal. It's not you, it's not you. I just need to get my mind right. Darling, you remind me of a star. So bright, you
to you.